Og velkomin á Frelsi TV í live þátt. Það náttúrulega alveg klassískt að Svíarnir voru að breyta tímanum 1 klukkutíma. Þannig að það endalaust rugl á tímanum hjá mér. Og þannig að það svo sem eins og það er. En það nú svolítið síðan að ég hef gert svona live dæmi. Og bara einfaldlega hef hvorki haft tíma, orku eða nokkuð slíkt. Og það hefur svo sem ekkert verið mikið í gangi sem að ég hef fundið svona áhugavert að fjalla alltaf eitthvað í gangi náttúrulega. Og ég hef haft áhuga að leggja meira áherslu á ensku rásina mína, Scandinavian Report. Og kokk, matarrásina konuna minnar, Tigist Food Channel. En það skal ég segja ykkur bara sama drullumallið í gangi á Íslandi eins og alltaf. Það hefur í sjálfum sér ekkert breyst, það sama ruglið alltaf í gangi. Og maður svo þreytt, það leikjataktikinn að þreyta fólk. Þannig að en það heldur alltaf áfram glæpastarfsemi valdstjórnarinnar. Og kannski það sem ýtti við mér að fjalla eða vera með live í kvöld eru 2 atburðir sem hafa gerst nýlega innanlands. Og annar var þessi dauði manns á Miklubrautinni. Og núna þetta smyglmál á Íslandi. Og ég hef svona skoðanir á þessum 2 málum. Bara leyfa ykkur að sjá skjáinn með mér. Þetta sér virðist vera komið í einhvers konar lag. En það þessi frétt náttúrulega íslenski herinn fara til Afganistan að gera allt nema það sem segist vera að fara að gera. Verða að kenna þeim vondu verkin. En og já, þessi landsfundir eru náttúrulega þvílíkir spunnar að það tekur því alltaf að vera að fara yfir það. Og þetta sjálfstæðisbröltið, það Rand Corporation, þjóðfélagsverkfræði sem stendur á bak við það. Og vinstri grænir eru Fabian Society, þjóðfélagsverkfræði stefnan. Og ég að leita að morðinu á Miklubrautinni svolítið langt síðan að það var. En ég tók eftir því umfjöllinu morðið á Miklubraut og þar var talað já, ég sé að komni hlustendur, þegar segja mig hvernig hljóðið ef það lagið með hljóðið. Og myndina hvort þetta kemur allt rétt í gegn. En morðið á Miklubrautinni, já, þetta nú eitt sem ég ætla að fjalla líka. Það enginn að gagnrýna þessu konu af því að hún kona, heldur af því að hún með viðbjóðslegar skoðanir. Og einn prima mótus á bak við Agenda 21 viðbjóðin og stríðsglæðibist NATO og Sameinuðu þjóðanna að gera jörðina að þrælaplánetu einhvers konar. Þannig að
þetta bara eitt ruglið enn, sko. En ef við, af því að tala nú eitthvað sló í sló hjá mér. Hljóðað mitt í toppstandi, já, takk fyrir það. Hérna sjáið þið staðfestingu á kenningum mínum það að valdstjórnin á Íslandi einangrunaraðili á innflutningi, sölu og dreifingu á fíkniefnum á Íslandi. Og það sem að gerast í þessu máli einfalt. Þetta svo einfalt að hálfa væri nóg. Málið að að það var tekið burðardýr og dæmt í eitthvað fáránlega langt fangelsi. Hugsanlega, sko, þegar áttu ykkur á því líka að dómskerfið hluti af valdstjórninni og sýslumennirnir og all valdstjórnin hluti í þessu glæbogi. Eiturlyfin koma frá Afganistan og dreift af CIA og diplómatum sem yfir lögin hafin. Og þessi kona og þessi dómur viðvörun frá valdstjórninni íslensku að láta sér ekki detti í hug að koma inn á íslenska markaðinn. Og ef þið fylgist með eignastöðu sýslumanna Suðurnesja og lögreglustjóra, og þeir voru að kvarta undan því að þeir hefðu bara 240.000 í mánaðarlaun, að þá sjáið ef þið farið yfir eignastöðu þessa sýslumanna, tökum bara sýslumanna Suðurnesja undanfarin 10-20 ár, þá sjáið þetta vellauðugir menn sem eiga hundruð milljóna. Og ef þið haldið að það sé út af launareikningnum, þá það mikill misskilningur. Og þetta fólk allt óbúslega ríkt og á sama tíma í eitthvað svona verkfallsaðgerðum að mótmæla lágum launum. Þannig að það svolítið tvísaga með það. En það sem gerist hérna að það að koma, það fólk að koma til landsins sem ekki undir vernd valdstjórnarinnar eða að hóta því að kjafta einhverju, eins og hann Sævar í Hraunbænum, hann hefur verið að hóta einhverju og þá hann drepinn. Þessi kona hefur verið að hóta einhverju gegn valdstjórninni og þá henni bara snúið í 11 ára fangelsi til þess að þakka niður í henni. Þið sjáu það, síðan verður þetta mál upptekið eða henni verður síðan sleppt fljótlega, sko. En þetta spuni, sko. Og tækifærið úr sögunni, það sem að gerast að ástæðan fyrir að þeir sabotasa málið eða stoppa málið einfaldlega það að höfuðpaurinn valdstjórnin sjálf. Og eitt af aðalsmerkjum valdstjórnarnýðinga í heiminum að hide in plain sight, eða fela sig fyrir framan augun og öllum. Og hérna sjáið þið höfuðpaurana fela sig fyrir framan augun og öllum. Og ég skrifaði nú þetta hérna. Og það svo merkilegt að sumir eru að taka undir þetta með mér. Það virðist vera að fólk að sjá sama samhengið og ég. Og það var önnur frétt sem kom. Sjá hvort sé eitthvað á breytum-klukkan á sunnudagsnótt. Ok, þetta eiginlega tímarögli fyrir ekki með það. Það verður 15% afsláttur bara á live-inu í kvöld. Ekki sátt við það. Og svo byrjaði þessi kirkjuspunni. Já, ég nenni ekki eins og að tala það. Og hérna Rand og Fabian að blekja ykkur. Og Þjóðótti Rónin komin aftur inn á Alþingi. Og já,
eitthvað vitleysa, já, hérna manndrápið, hérna sjáið þið. Þetta er, og þarna var einhver að fara í gegnum gullna hliðið inn í Elysium. En hérna, þessi maður var handtekinn og hérna það er annarkvort er verið að spinna út frá morðið sem að hefur gerst, ég skal svo sem ekkert segja um það, eða þá að valdstjórnin hefur drepið þennan mann og er að freyma þennan mann. Það er annarkvort sem er í gangi. En hérna er innvígður valdstjórnari og einn af yfir mafjósum íslensku valdstjórnarmafíunnar. Og hérna er allt í einu, sko, þið sjáið pólitíska spunan í þessu. Og þið sjáið hérna að þessi maður er stórhættulegur. Talandi geðveiki, sko. Talandi hæli fyrir geðveika. Hérna er allt í einu einhver spuni kringum símann. Við sölu símann hafi skipt sköpum. Sko, andvirði fyrir símann hefur aldrei verið greitt. Það hefur aldrei komin einn peningur fyrir símann. Það er bara hauga lygi. Þannig að hérna er meitlararnir að reyna að spinna eitthvað símamál, og þetta sé svo gott að hafa selt símann. Og væntanlega er spuninn að þá sé svo gott að selja bankana og restina af silfri Íslendinga. Og hérna, ég minnist nú ekkert á Silfur Egils af því að hann er náttúrulega sameinuð þrjótamella eins og Píratar og fleiri, eða drottning Píratana. Og hérna er allir voðalega slegnir og allt þetta, sko, allir í áfalli og það er eitt sem að þið vitið að það er Problem Reaction Solution, Hegelian dialect, það er hérna Order out of chaos. Það þú sérð lykt af öllum þessum taktikum hérna. Og þessi maður er með einhverja milljón plús á mánuði, sko, í að hjálpa í velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Og hún þarna kelling sem var að hætta þar, fór til Palestínu, níðast á palestínsku börnunum, að hún var að segja að ég er nú hálauna manneskja í velferðarsviði. Bíddu nú við, er það ekki betra að hafa minna launað fólk í þessu og reyna að láta peningana að ganga til fólk sem þarf á því að halda? Nei, það er ekkert svoleiðis. En hérna, þessi einstaklingur hérna getur alveg eins verið saklaus einstaklingur sem verið að freyma. Eina sem við höfum eru orð þekktra morðingja. Það er raun að eina sem við vitum. Og hérna munið að síminn var seldur á 67 milljarða og það var aldrei borgað nokkuð tímann. Og hérna var KB-banki með og prima modus í KB-banka glæpastarfseminni, hann fór gegnum gullna hliðið inn í Elysium líka. Og hérna þannig er nú það. Já, Hannes Hólmsteinn er náttúrulega sérstakur hálfviti eða heimskingi. Hannes Hólmsteinn er búinn að vinna í háskólanum með mjög góð laun og litla vinnuskyldu. Það er náttúrulega bara borið nefið á sér allan daginn og rífa kjaft. Og þar er hann að kenna allan daginn út og inn og út og suður, er hann að kenna einkavæðingu. Að einkavæðing sé svo góð, að vera með einkafyrirtæki er svo gott, einkaframtakið er svo frábært.
en hann sjálfur í ríkisörygginu og ríkisplebbi og hann lifir eins og skjólstæðingar velferðarsviðs Reykjavíkurborgar, hann lifir á ölmusu frá öðrum og hann einn af þessum háskólaauminggjum sem eru fatlaðasta fólkið af öllum og mestu öryrkjarnir og þeir kosta svo mikið, þeir eru sko einn svona háskólaöryrki á við og þá hann sem sagt ekki líkamlegur öryrki heldur andlegur öryrki. Hann sem sagt með það mikið heimsku og sjálfselsku að hann eiginlega kominn á öryrkjasvæðið og Hannes Hólmsteinn einmitt skýrt dæmi svona öryrkja og svona runkara og hann þetta að kenna einkaframtakið en dettur ekki í hug að gera neitt einkaframtak sjálfur. Hann að segja að það gott fyrir alla hina að fara í svona einkaframtak, taka áhættu og vinna mikið en ég ætla að vera að runka mér bara í háskólanum svona sem einhvers konar öryrki og fá bara 2 milljónir á mánuði fyrir það og 3 milljónir í eftirlaun þegar ég hætti að nenna að runka mér á göngum skólans og ég ætla ekkert að fara í neitt svona enga sko. Þannig að maður þarf að passa sig ef maður kemur nálægt svona fólki að fá ekki brunnslettunar yfir sig, því þetta líður allt saman frá að runka sér. Og og svo að kenna samskipti í kynlífi séu mikilvæg en komast aldrei lengra sjálf í kynlífi heldur en að runka sér. Þannig að ég hef nú sko, ég skil heldur ekki af hverju fólk jafnvel að velta því fyrir sér hvað þessi runkarar að segja. Veist, ég er búin að vera að sjá fólk á Facebookinu og já, Ólafur Ragnar Grímsson sagði þetta og Hannes Hólmsteinn sagði þetta og Davíð Oddsson. Þetta eru bara runkarar, veist. Ef að þú veist einhvern sem hefur aldrei komist lengra í kynlífi en að runka sér, ætlar það að fara að taka sambandsráðleggingar frá honum? Hvað er það? Það er náttúrulega bara rugl, sko. Já, en sko, já, Sjálfstæðisflokkurinn ætti raun að heita runkaraflokkurinn og Vinstri grænir ætti að heita sjálfsfróunarfíklarnir eða eitthvað svoleiðis og það sennilega munurinn á Sjálfstæðisflokknum og Vinstri grænum eða hægri flokkum og vinstri flokkum að hægri flokkarnir runka sem hægri hendinni og vinstri flokkarnir runka sem vinstri hendinni. Ég get alveg fallist á það að það sé gríðarlegur munur á þessum flokkum og og allir eru þeir öryrkjar á framfæri hins opinbera á framfæri vinnandi duglegs fólks og og þeir hika ekki við að setja sko fyrirtæki vinnandi fólks á hausinn hægri vinstri og ræna þeim heimilunum og rífa þeim börnin og ég veit ekki hvað. Þannig að það ástæðan fyrir að ég var að segja að Íslendingar eru svo heimskir að þeir sjá ekki einu svona samhengi hlutanna og það heimska. Og já, ég að lesa það sem þeir að segja, kæra hlustendur. Mjög gott að fá kommentin hjá okkur, þá held ég einhverju þræði af því ég svona bara í rantstuði í kvöld og minn ykkur á já, einmitt, ég ætla að plugga Redbubble já, góður punktur Albert að sko líka alltaf að tala svona að það þarf svo mikið öryggi og það þarf svo mikið að vera í stríði gegn eiturlyfjum og það þarf svo mikið þetta og svo mikið hitt en þeir allir eru yfirhafnir þessi lög, þeir allir bara með svona diplómatapassa og bara svefla honum og labbi gegnum öll lið og það eru þeir sem að bera þessi eiturlyfin og alltaf drasli
og þegar að Landhelgisgæslan og ríkislögreglustjóri og allir þessir hálfvitar að hrópa upp yfir sig aftur og aftur, já, við verðum að auka gæsluna og við verðum að auka landamæraeftirlit og við verðum að auka, þú veist, vopnaburðinn, við verðum að gera þetta og gera hitt, þá eru þeir sjálfir vandamálið, af því að þeir eru prima motus í að flytja inn allt ógeðið. Og þannig að það er náttúrulega eitt konsept líka sem er mjög þekkt sem að þið þekkið. Já, hérna sjáum við á skjánum þetta logo mitt, Rand Corporation. Sést vel hérna á treflinum, Rand Corporation, og þetta er stílbrigði við Rand Corporation. Og getið fengið á bollan ykkar eða hvað sem er. Þið farið hérna bara inn og pantið. Það er rosalega álagning á þessu hjá mér. Sáu þarna hérna. Ég ætla ekki að sýna ykkur hann aftur. En þetta er ykkur svona krónur og aurar sem að fara í vasan minn. Já, þannig að við erum búin að establisa það að þetta eru rungarar sem að runga sér ýmist með hægri eða vinstri hendi, eru allir á örorkubótum af því að þeir geta ekki unnið og þeir stórskaða meðborga sína, er allt og lifa í eitthvað svona villu heimi að þetta sé ekki voðalega merkilegt fólk, sko, og við getum ekki lifað án þess, en það er mikill misskilningur. Ég er nokkuð viss um að það myndi ganga miklu betur ef þetta fólk væri bara á hæli, fengi mat og vatn og eitthvað svona. En já, einmitt með ISIS-liðana líka, góður punktur. Að allt þetta ISIS eru náttúrulega leiksýningar og þið sjáu að allt sem ég sagði ISIS hefur staðfest með innrás Rússa. En nóg það, ég er búin að tuða nógu mikið yfir öllu þessu og endilega horfið á ensku á rásina líka, það er ég búin að taka málin fyrir. Hérna er Gro Harlem Brundtland sem að var stödd í eyjunni, Úteyju þegar að morðin voru og ég er búin að sagði það í viðtali, held ég á Útvarpi Sögu eða hvort það var, nei, ég gerði myndband með því, af hverju vilja þeir drepa Anders Behring Breivik. Og þá spratt hann náttúrulega úr hungurverkfalli skömmu síðar. Þannig þeir lögðu nú ekki að drepa hann alveg strax. En þessi kona, Gro Harlem Brundtland, er alveg skelfileg manneskja. Ég voru ekkert að gera með að hún sé kona. Þessi manneskja, Gro Harlem Brundtland, hún vill búa til helvíti á jörð. Í hennar huga er Elysium vision eða stefnumótun. Fyrir henni er Elysium falleg, æðisleg mynd. Hún ætlar að vera í Elysium og er í Elysium. Þessi kona tekur hún tekur held ég 360 skall tímaverðan. Já, stjórnvöld vita að allir íbúar landsins eru hálfvitar. Það er ekkert sem halda, þeir vita það. Og þessir hægri vinstri rungarar á öryggjabótunum er allavega með það á hreinu að almenningur eru fávitara. En þessi kona var aðili að morðunum í Útey og Oslo. Það er mín kenning, eða kenning Óli Demmingard. Þessi kona stendur á bakvið stríðsglæpis NATO og GO. Þetta er alveg skelfileg manneskja. Og þessi kona er ekkert norsk lengur. Þetta er svo mikil froða og vitleysa. Hún er svona runkari líka, sko. Hún runkar sem er vinstri hendinni þessi. Og þetta er svona það versta sem hægt er að hugsa sér í manneskju, er saman komið í þessari manneskju. Nei, það er ekki meirihluti landsmanna, það eru allir landsmenn, hálfvitar.
hver einn og einasti. Þetta ástand sem í gangi núna væri ekki nema út af heimsku Íslendinga. Og svo ætla menn að fara að breyta þessu og ætla að leysa ofbeldi með ofbeldi. Það bara heimska. Það ekkert annað. En þetta sem sagt, þið getið lesið sögu hennar og hún prima motus, hún skrifaði fyrstu tillögur ásamt öðrum glæpamanni. Skrifaði tillögur Agenda 21. Og sjáðu hérna 2030, veitu hvað þetta Sitið í kommenti hérna akkur hún talar þetta. Þarna að finna, ég ætla að lesa þetta, kanni. Þarna að finna ákvæðum aldrei, hérna dulmál, ég ætla að sjá hvort þið fatti dulmálið. Ég ætla að lesa þetta með að bíða eftir svarinu í kommentinu. Þarna að finna ákvæðum valdeflingu kvenna innan fjölskyldunar og í efnahagslífinu til viðbótar við pólitíska þátttöku. Þetta þýðir að konur eigi rétt til að segja sitt til dæmis það hve mörg börn eiga að eignast. Þarna ákveðum að útrýma öllu ofbeldi og mismunun gegn konum, koma í veg fyrir hjónaband barna og auðvitað útrýma kynfæralemstrum kvenna. Þetta skref sem hægt að leggja áherslu á. Þannig árið 2030 eiga öll þessi dæmi ofbeldi, mismunun gegn konum og mannréttindabrota, mannréttindur blekkingmunni að vera úr sögunni. Og það mögulegt, segir Gro Harlem Brundtland, bjartsýn á framtíðina. Já, ég sé að þið náið ekki að tengja þetta Agenda 2030. Nei, ártalið 2030. Hjálp ykkur. Agenda 2030. Þetta nýja Agenda 21. Og hérna, já, þið fjallaðu á prófinu. Rúkararnir ykkar? Nei, það fíflast í ykkur. Já, hérna þið flettið upp Agenda 2030. Það var ástæðan fyrir að páfinn var að fara til Washington DC, það var til þess að runga sér og brunda yfir þetta. Komum útskýring á hverju? Stefni, útskýra hvað? Hvað viltu útskýringa á? Að hérna þessi Agenda 2030 og Agenda 21 svo skelfilegt að það halva væri nóg. Og það allt þegar þeir segja enda fátækt, það snýr allt á hvolf, enda hungur. Þetta fólk vil fækka mannkyni. Ok, Stebbi segir hérna, við erum bara gúl sem skilja ekkert. Segiði mér hvað þið skiljið. Ég hef fylgst með kommentum Íslendinga og allavega þeir sem að koma inn á fjölmiðlana og reyndar verði að játa það að eftir að ég byrjaði með mitt blast þá skal ég játa það, bíddu við, til að sjá hérna. Ég skal játa það en athugið það, strákar, að það búið að vera að úthúða mér sem bara geðveikum fávita frá því 2013, eða jafnvel fyrr. Og raunhæfar hugmyndir og allt sem ég að segja bara einhver vitleysa. En ég skal gefa ykkur það. Íslendingar mjög vel gefið fólk, Íslendingar mjög gott fólk og Íslendingar mjög klárt fólk og hérna þess vegna það að vera heimskengi þýðir ekkert endilega að fólk sé vont eða það sé illa meinandi, það bara lýsing á ákveðinni stöðu og meðalið við heimsku andstæðan við heimsku sem viska. Að meðalið við heimsku að afla sér visku. Já. Ég hrókafullur fábið, það segir Helena, að líta á alla hér sem fávita hróki af ykkar hálfu. Það ég bara einn hérna, við erum ekki tveir.
að já, ég skal bara alveg vera hrokafullur fábjáni með hor í nebba. En það ég hef engar áhyggjur af því. Biðja ykkur að Axel, já, ég verð ánægður. Sko, ég hef margoft sagt það að ég hef kallað lögregluna út að hún komi út úr sínum vondu verkum. Ef hún heldur áfram inn í sínum vondu verkum, þá er engin miskunn þegar þetta kemur allt fram. Já, mannkynið er að svara eina kommentum. Við erum hálfvitar líka, mannkynið er bara stupid. Sko, ég er ekki, ég meina, það er einhver ástæða fyrir því að það er endalaust hrun og það er fátækt og það er ofbeldi og það eru stríð. Ég meina, það gerist ekkert að sjálfum sér. Já, ég er að lesa hérna kommentin, Jón Þór vill náttúrulega fá meira apparat og meiri ríkisvesen, sko. Ég er að hraðlesa þetta, það er eitthvað flókið, þannig að ég ekki að lesa hana. Já, einmitt, löggan látir rannsókna lögguna. Fáránlegur dómur, ekki start með löggunni, já. Og byrjum við. Það er, þið sjáu það þið farið yfir kommentin, að það er svona einn og einn sem er farin að sjá punktana. Og meira þessi sumir sem er á undan mér að kommenta á Nei, það er rétt heilanlega, ég bætti því við að ég var í fábjáni, en það er nú bara svona, ég tek alltaf stórt upp í mig, sko, því ég er svo hrokafullur, manstu. Það er reyndar hægt að fækka mannkyni, Berti segir málið er betra að fækka mannkyni, já, þetta verður gert með vírusum og vírusar eru blekking, það er ekki til neitt sem heitir vírusar, það er bara til eitur. Til þess að skilja líf spektrumið sitt, það er óbúslega einfalt. Læknavísindin eru kerfisbundið feluleikur til að fela og svartur business, sko, til þess að fela sannleikann fyrir fólki eða raunveruleikann. Raunveruleikinn er sá að það er bara tvennt sem að líka þú þarft að skilja, farið yfir þetta áður í vídeó, tvennt sem þú þarft að skilja líka, en það er næring og eitranir. Og flest þessi veikindi sem við erum að upplifa, ekki hér reyndar, á þessu heimili er engin veikur, það gerist bara ekki hérna, að það tengist allt eitrunum í mat, lofti og umhverfi. Það er öll veikindi sem við erum með í gangi eru eitrunarveikinni. Þessir ebólu tilfelli sem hafa komið upp eru eitrunarherferðir, eitrunarárásir. Í Afríku þá er farið og sett formalehýdín í drykkjarvatni hjá fólki og það skila sér í einkennum sem eru kölluð ebóla og vírusar eru ekki til. Það er engin sönnun til fyrir vírus. Það er til jafnmikið af sönnunum fyrir vírus og illum öndum. Jú, það er fullt af fólki sem trúir að hafi séð annað fólk með illa anda og það er fullt af fólki sem trúir að það sé eða hafi verið með illa anda. En það er eina sönnunin sem er til fyrir illum öndum. Það er til fullt af fólki sem trúir að það hafi verið með vírus og það er fullt af fólki sem trúir að það hafi séð annað fólk með vírus, en það er engin sönnun til fyrir vírus, frekar en fyrir illum öndum. Þannig að vírusar eru blekking. Í matakeðjunni okkar, matvalakeðjunni, þar er og sérstaklega í bólusetningunum, þar eru efni er sagt, ég veit ekki alveg hvort það sé satt eða ekki, svo þurfið athygli á því að mannslíkaminn er mjög sveigjanlegur, hann bregst við eitrunum og yfirvinna þar jafnvel, að þeir eru að reyna að setja í bóluefni og mat eitur sem að virkar á annan ættlið. Þannig að barna, ef þú verður fyrir þessar eitrun, þá munu barnabörnin þín ekki geta eignast börn.
Það það sem að reyna að framkvæma. Og já, það náttúrulega búið að vera gríðarlegur áróður að fá fólk til þess að hætta að eignast börn, sjá hvað það allt flækt og það hluti af 2030 agendanum. Að það að það á engin manneskja efni á því að kaupa sér barnahelt hús og fólk haldið í fátækt, og ef að fólk fátækt þá þarf að leita til mafíunnar og mafían hirðir á þeim börnin. Og og allt það ógeð, sko. Lifrarbólga C eituráhrif. Það ekkert að sko allt eins og krabbamein. Krabbamein cover story fyrir eitranir. Og öll þessi sjúkdómar sem við erum að tala eru cover stories fyrir eitranir. Sko, til dæmis glúten, ónæmi, að geta ekki borða glúten hefur ekkert með glúten að gera, en allt með eitur að gera. Sko, þegar að flugvélar fljúga yfir kornagrá dæla eitri daginn út og daginn inn og svo þetta tekið inn í skemmu og síðan keyrt í gegnum vélar og sett í pappapoka og þú kaupir það út í búð. Hvað verður eitrið? Hvert fer eitrið? Guð var það bara eitthvað stór upp á leiðinni? Það að því þú skrifar ekki á umbúðina sé ekki eitur, það bara farið? Nei, eitrið situr eftir í hveitinu sem þú ert að borða. Og þess vegna lifrin að skemmast og svona alls konar furðulegir hlutir eins og krabbamein, svo komið í ljós að læknarnir að ljúga með þess á sínum eigin greiningum á krabbameini til þess að græða pening. Og það fleira og fleira af þeim að koma fram og viðurkenna það. Þess vegna kalla ég aftur eftir lögguhaugunum. Ef þið komið fram núna, þá getið þið treyst því að fólk mun taka mígra á ykkur. Sko, þessi mafía sem eruð í hefur áður reynt að fara í stríð við mannkyn eða okkur vesturkyn. Það hefur alltaf endað illa. Og í síðustu 2 skipti þá hafði fólk ekki mikið upplýsingum, en núna hefur fólk allar upplýsingar, þannig að það engin staður til að hlaupa lengur. En það annað sem ég ætla að benda ykkur á hérna, í sambandi við, það var bara komið í hugan á mig núna, það sem ótrúverðugt við sögu lögreglunnar, að þið munið eftir eiturefnahernaður hefur verið miklu lengur. Eiturefnahernaður hefur verið stundaður frá því í Babýlon. Ef þú lest í gegnum mikið af biblíusögum, til dæmis bara, eða mannkynssöguna, þá sérðu eitranir, svartidauði eitranir. Það bara þannig, sko. Og þið munið vídeóið mín sjá hvað tölvan sló, þegar útsendingu. Þið munið vídeóið mín XK-score, að núna lögreglan að reyna að telja okkur trú það að þeir bara vita ekkert hvað að gerast. Þeir einhvern veginn bara já, við bara mistum að þessu og við vitum ekkert hver höfuðpaurinn og við vitum ekki neitt hvað í gangi, sko. Þeir að segja, sko. En það leyti sem ég gerði þetta vídeó XK-score, þá viðurkenndi þeir það að þeir væru með aðgang að öllum samskiptum Íslendinga. Og þið munið eftir mikrofónunum í ljósaperunum. Stebbi. Það ekki að blasta eitthvað á það. Hérna ríkislögreglu og XK-score. Að þessir vitringar eru að segja okkur það, já, við erum með já, fyrir ekki, þið ekkert að sjá neitt hvað að gera á skjánum. Þessi þáttur fyrir fljótlega að verða bara Axel fullur þáttur. Ég gerði þetta ríkislögreglustjóri og XK-score. Að þeir eru að segja, já, Axel, sko,
Það hérna eiturlyfjaeinnflutningur og það kom hérna einhver kona frá Hollandi og svo bara týndum við slóðinni í hótelinu, sko. Já, við bara týndum alveg slóðinni þar. Já. Já, einmitt, sko. Já. Og þetta er ástæðan fyrir ég er að segja þér öll heimskingjar. Að þið virðist ekki muna X-keyskor. Hvað er það? Veist þið, það er ákveðin tegund af heimsku að geta ekki munað svona punkta og lagt á saman. Til dæmis er hérna, ef ég segi við ykkur, já, Mary Monkeys, það er þetta disinfobók eða whatever, að hérna, ef ég segi við ykkur, hvað er 2 + 2? Og þið segir 2. Það segir, nei, það er ekki rétt svar. Jú, það er 2. Og ástæðan fyrir að ég segi 2 er að þið munið ekki +2. Þið munið bara 2. Þið náið ekki að leggja saman 2 punkta. Þið náið ekki að leggja saman 2 og 2, að þið munið bara 2. Það síðasta sem var að vera að segja ykkur. Já, 2, já. Já, það er 2. Og við getum tekið meira þess að flóknara dæmi. Hvað er 2 + 2 + 2 + 2? 2. Ríkisstjórnin er alveg ómögulegt fyrirbæri. Sko, þið þurfa að skilja það, þið þurfa að geta haldið saman þessum punktum 2 + 2 + 2 + 2, já. Það er, býtum við, 8, eða ekki? Ekki rétt hjá mér. Já, það lítur að vera 8. Þannig að það er ástæðan fyrir ég er að segja að fólk sé heimskingjar. En hérna, var eitthvað meira sem þið vilja spjalla hérna innanlands? Er eitthvað meira í gangi hérna? Já, svo var náttúrulega þú veist, lögregluna með alls konar spuna núna, munið svo þeir voru að sækja kettlingana hérna. Þetta er svona PR hannaðir spunar, sko. Og hérna, lögreglan biðlar til almennings, löggan greip í tómt við stjórnarráðið. Af hverju hafa þeir eitthvað leyfið sem mótmælanda en er að gasa og berja niður vörubílstjóra sem er að mótmæla? Þetta fólk, þessir rungarar og haugar telja sig einhvern veginn yfir alla aðra hafna. Já, ég þetta sá ekki þetta með að skjóta á sérsveitina, en ég heyrði það og ég sagði bara, já, ok, einmitt. Veist, ég trúi ekki frekar en ég veit ekki hvað. Metári ofbeldi. Einmitt, með langmest aukning er í heimildisofbeldisbrotum sem er orðin 472 árun. Veist, þetta er bara kjaftaði, veist. Þetta er bara kjaftaði, sko. Bannað að segja upp lækni. Það er náttúrulega nauðsynlegt að hafa það þannig. Hvar var hérna skotið á einhvern? Ég finn það ekki. Jón Gnarr í spununum sínum. Já, hérna er einmitt eitt sem við þurfum að sjá. Það er eitt sem ég vil sýna ykkur í viðbót. Áður en svo er annað, ég var líka svo reiður á þessum máli að ég vil helst ekki fjalla það, sko. Það er þetta að þessir haugar hérna og rungarar eru hérna með vinnusálfræðing á bakinu allan daginn. Bara að reka þetta fólk. Það er fullt af góðu, ég skal taka mér þessi bæði djöpin hana. Bara með annarri hendi. Ég skal taka mér að vera ríkislögreglustjóri á Íslandi. Já, eftir ránið í Hafnarfirðina, hvað? Já, veist, ég nenni ekki að fella með það, er svo augljós spuni. Já, skotuðu loftbyssu. Það var ekki bara einhver að prumpa. Var þetta ekki metangas árás? Það er ekki með neitt annað hérna á Íslandi. Þið sjáuð spunana hljótið að vera að fara að sjá spunana. Ég loka bara á þetta alltaf með það helviti straflina.
og Síminn seldur á tæpa 67 milljónir. Símanum var stolið beint fyrir framan nefið á okkur. Og nú verður Landsvirkjun búið að stela öllum Orkuveita Íslands, Orkuveita Reykjavíkur, henni var annað stolið. Það þarf ekkert að vera vesen að reka embættismenn, það er bara eitthvað sem maður býr til með. Af hverju er það vesen, Stebbi? Af hverju er vesen að reka embættismenn? Hver bjóð það til? Hver bjóð það til aftur? En ég ætla að fara aðeins hérna í erlendar fréttir. Auðvelt að finna gamlar Facebook fæslur. Það er eitt sem að ég hef sagt stundum. Það er verið að segja. Að já, það eru rungarar sem hafa búið til lögin, þannig að það sé ekki hægt að reka aðra rungara. Þið hljóta að skilja það. Auðkýfingur ætlar að gefa 99%, nei, hann ætlar að koma 99% undan skatti, sem ég er enda mjög hlynntur. Ég er mjög hlynntur því að fólk komi peningum undan skatti. Og þeir sem að standa með skilti og heimta það að skattleggja alla eru hálfvitar. Þeir eru þrælar sem eru innan girðingar og segja, af hverju er ekki allir að vera þrælar? Af hverju er ekki allir þrælar? Og já, hérna er Volkswagen, já. Hérna er einmitt ein frétt af því sem ég ætla að fjalla um. Þetta er hernaðarárás á Þýskaland. Það svindla allir bílaframleiðendur meira og minna. Þetta er bandaríski hlutinn af þetta er NATO sem er að ráðast á Þýskaland. Hún Merkel er svikari, landráðamanneskja. Eins og mér sé ekki sama hverjum Sveinn Andri er að ríða. Bara gott hjá honum að ríða einhverjum stelpum. Og já, þarna verður að segja upp fólki og tapa svakalegum peningum, eitthvað slíkt, en þetta er hernaðarárás. Málið er það með Þýskaland og Germanwings, það var hernaðarárás á Þýskaland líka. Og fokkið í Grikklandi er hernaðarárás á Þýskaland líka. Þýskaland, Deutsche Bank er með gríðarlega mikla fjármuni bundna í Grikklandi og Prima Mod, einn af þessum hernaðarbönkum, Washington, NATO, glæpamannanna, þeir settu upp svikamyllu í Grikklandi og ástæðan fyrir því að þeir og svo sáu þau núna að allir flóttamennir er að streyma inn í Þýskaland, að það er hernaðarárás líka. Það er verið að koma fullt af hermönnum, málaliðum inn í Þýskaland og það má búast við hernaðaratburðum í Þýskalandi alveg á næstunni. Og ástæðan fyrir því að þeir vilja gera þetta er að Þýskaland er að komast á mjög góðan stað núna. Þjóðverjar eru að mörgu leyti mjög gott fólk og til dæmis ef þú duglegur í Þýskalandi þá er það mjög gott. Og Þjóðverjar hafa mjög mikla réttlætiskennd. Þeir til dæmis vilja ekki ganga í herinn. Þeir gera hlutina með fótunum, Þeir tuða ekki bara heldur gera hlutina. Og Þjóðverjar eru að ná miklum hæðum í svona flest heimili í Þýskalandi eru til dæmis orðin sjálfstæð frá orkunetinu. Þeir eru bara með sólarsellur og einhverja vindtúrbínur og þeir þurfa ekki að tengja sig við neti lengur. Og núna er að koma gasleiðsla númer 2 frá Rússlandi til Þýskalands. Þannig að þeir verða algjörlega óháðir NATO glæpamönnunum. Og þessu nýjakon
síónista viðbjóði. Og Þjóðverjar eru, ég meina þeir framleiða allir bestu bílana og allt, ef þeir framleiða eitthvað þá það bara best frá þeim. Þú veist, bestu kranana, allt best frá Þýskalandi. Og þessir rungarar í NATO, þeir þola það ekki. Þeir verða að eyða Þýskalandi aftur og aftur og aftur og aftur og aftur. Að Þjóðverjar eins og kettirnir, sko. Þeir lenda alltaf á fótunum og þeir eru með nýju líf. Þeir eru bara gjörsamlega ódreipandi þjóð. Og það allur þessi spuni sem í gangi. Allt þetta skúi spil. Að það verið að reyna að taka niður Þýskaland. Og reyndar gríðarlegir innflutningar á fólki hingað til Svíþjóðar líka. En Svíþjóð svolítið eins og Ísland. Ísland svolítið sjálf varið fyrir flóttamannastraumi. Til dæmis fara þeir mikið í fréttum í Svíþjóð að það verið að keyra flóttamenn eitthvað upp í sveitir, það sem við búum svona aðeins út í sveit. Og flóttamennum fá bara áfall. Bara, nei, við viljum ekki að búa hér eitthvað þar út í raskati, sko. Flóttamenn eru vanir svona kúltúr eins og í Miðausturlöndum, þar sem fólk lifir í svona kommunum, eða það svona mikið samfélag og kaffihús og fólk mikið úti á félagunum, sko. Og þannig að þeir fá svona kúltúrsjokk þegar þeir koma til Skandinavíu. Og Skandinavar og mikið svona eins og við sko. Við lifum alveg góðu lífi lengst upp í sveit, eins og ég lifi mjög góðu lífi hérna. Og þetta kona mín líka, hún nú frá Afríku. Að við lifum mjög góðu lífi bara heima hjá okkur. Við höfum enga þörf fyrir að vera að fara á eitthvað kaffihús eða eitthvað slíkt. En þetta flóttafólk hefur mikla þörf fyrir það. Og þetta fólk á náttúrulega engan séns á því að kaupa neitt í einhverjum borgum sem það vill vera. Og það búið að carpet bomba heimkynni þeirra. Og það ekki svona einhverjir svona NATO-strákar á Toyota-jeppum sem að sprengja, þú karbon sprengjar ekki borg, eða carpet bombar ekki borgir með Toyota-jeppum, sko. Það gerist bara ekki þannig. Og þannig að það alltaf verið að ljúga að ykkur. Og fólk alveg bara, ISIS að koma til Íslands. ISIS að koma til Íslands, já. En ISIS sem hatar Vesturlönd meira en, eða það lygasagan, sko. Að já, svo náttúrulega, ég fjallaði þetta, ég nenni ekki að fjalla aftur sömu hlutina. Að ISIS hatar svo mikið Vesturlönd og þeir þarna í Miðausturlöndum, allir á launaskrá hjá NATO og þessi flóttamenn líka, þeir áttu ykkur á því að þeir eru með sko kort, vísakort eða einhver greiðslukort og þeir fara bara hraðbankann, sko, og taka út peninga. Þetta málaliðar, sko. Það málið. Þetta engin flóttamenn eða hælisleitendur eða neitt slíkt. Þetta eru hermenn, eða málaliðar, sem nú reyndar ekki hermenn. Þeir eru bara svona mellur. Og það var einhvers staðar mynd já, heyrðu, já, einmitt við engin crisis yfirlýsing í Svíþjóð, hvað það, betur? Heimalandi mitt reyndar Ísland, en ég alltaf gestur í Svíþjóð. Múslimar eru hið besta fólk. Alltaf þegar við förum út í búð, þá hittum við múslima í búðinni.
Veistu, það er mikið af múslímum þar að versla, ekkert af þessu fólki. Já, þeir ætla að ráðast á Ísraela þegar þeir fengu kauplækkun, var það ekki? Og þessir málaliðar eru bara komnir Rússa megin ef að þeir borga $5 meira á dag, sko. Þeir hafa ekkert loyalty, þessi menn. Við Líbía. Já, ég ætla rétt að benda ykkur á annað, hérna, sumt af þessum Toyota-jeppum, ég sá mynd af því einhvers staðar. Það var sem sagt, það voru Ford með Toyota-merki í glugganum. Og hérna, já, Google er greinilega að ritskoða þessa myndir núna. Það fær engar almennilegar myndir af það sem ég er að leita. Það var hérna á Facebookinni, þá var eitthvað svona safnmynd um daginn. Hérna, það sem var verið að sýna borgirnar sem hafa verið sprengdar. Það er bara að reyna að finna hana, sko. Já, hérna er einmitt það, nú er að koma fram hérna myndbandi sem ég gerði skálkað í skjóli Hitlers. Þannig að T4 og T8. Svo merkilegt að þegar við Guðjón fjöllum eitthvað, þá kemur oft í kjölfarið sem sagt meira það. Já, svo eru þessir ISIS málaliðar eru allir á alls konar sturlunarlyfjum og þið munið líka að fólkið sem var pyntað á Guantanamo og já, fullt af, ég get bara notað Facebookina sem efnisþráð í. Þetta er náttúrulega snillt. Ég nota bara Facebookina sem efnisþráð í þáttunum. Að hérna, já, sem sagt. Já, hérna kemur þessi myndi mitt, sko. Hérna kemur þessi mynd, sjá þið, sýna grana. Að það er í seinni heimsstyrjöldinni, þá fundu þessi óheilla öfl sem við erum að glíma við, sem að eru með stjórnstöðvar í NATO og Sameinuðu þjóðunum og Evrópubandalaginu og í þessum stóru stofnunum. Þar sita þessir viðbjóðar, þessir ungarar. Og eina sem þeir kunna er carpet bombing og líga spunardaginn og daginn inn. Það er eina sem þeir kunna. En hérna sjáum við einmitt, sko, þetta er ekki vegsummerki eftir Toyota bíla. Svo sjáum við Ísrael bara ekkert í gangi hér, bara rólegir, sko. Og þetta er hálfvitinn. Þetta er hálfviti, þessi drengur hérna. Ég þori ekki þegar ég ætla að sitja hérna fáviti, en þið veitir hvernig Facebook er, þá var ég ritskoðar. Þessi gaur hérna er þræll. Hann er skattaþræll. Hann býr í skattabíli, svona bóndabíli, tax farming. Og það eru nokkrir sem hafa fundið leiðir til þess að öðlast meiri falsaða peninga í spilavítinu. Og hérna, þessi gaur hérna er að mótmæla því að ykkur sé ekki þræll. Hann er mjög ósáttur við það. Og
þessar kellingar eru greinilega styðjan í því. Þannig að þetta er allt sem að fávitar hérna og hálfvitar og kjána og kúkalápar. Og það er sennilega understatement hjá mér. En hérna Svíþjóð, minnir þetta ekki á svolítið annað? Minnir þetta ekki á eitthvað? Hver var svona dularfullur í gangi með svarta skílu fyrir andlitinu? Hver var svona? Var það ekki einhver sem átti að hafa sett sprengju í Oslo? Var ekki eitthvað svoleiðis? En hérna er stórmeistarinn okkar, Óli Bemmengard, og ég er sammála því sem hann segir. Ég ætla ekki að hrópa að þetta sé falskur fáni eða neitt slíkt. Ég ætla bara einfaldlega að máta þetta við bökunarformið og hérna og þið dæmið sjálf hvort það passi eða ekki. Skulum bara fara, hérna er náttúrulega myndin fyrst, hún er mjög grunsamleg og ef þið hafið séð myndirnar eru svo sviðsettar að því í sumum tilfellum eru engar myndir birtar. Þessi Oregon shooting, það var ekki einasta mynd birt á göngunum eða neitt, en hér er birt mynd. Þannig að það er ekkert samhengi í hlutunum sko. Ok, það er einn crazy gaur sem að er ekki með neitt mótíf eða neitt. Það er bara allt í einu snappar einn gaur. Það er sagan. Þetta er sagan sem verður að segja okkur sko. Mjög óskýra myndir, þannig að það er ekki séns að greina hver er þarna ferð. Check, því að það stemmir. Málið tengist rasisma eða innflutningamálum eða eitthvað svona pólitík, það stemmir. Löggan drap þennan mann eða hann var látinn hverfa sem sagt. Tengt við eitthvað svona sögu lepja með, check. Æfing í gangi, já, það var æfing í gangi. Strax er byrjað að öskra eftir banni á hnífum og tengingu í IKEA málið. Og IKEA málið þá var svartur gaur sem átti að hafa framkvæmt það og hérna hvítur gaur, þannig að það er líka verið að kritisera sko að forsætisráðherrann mætti þarna en ekki í IKEA og þetta var sagt þetta en ekki sagt IKEA, þannig að þessi tveir atburðir virðast vera tengdir. Engin vitni af neinu. Voru bara að trúa því sem að valdstjórnin segir. Bara svona tilfinningatöð í kringum þetta. Ekkert sem tengist raunveruleikanum. Foreldrar fá ekki að sjá börnin eða líkin af börnunum. Ég veit ekki þetta. Ég veit ekkert þetta. Facebook-síða 1. Yfirleitt eru sko Facebook-síður Facebook á policy að leyfa fólki að síðan er að látnar standa sko í ákveðin tíma eftir að fólk deyr og ættingjar taka þær yfir og svona. Og hérna ungur maður er allt í einu orðinn nasisti og bara orðinn algjör fellur alveg í pólitíska bökunarformi sem hentar stjórnvöldum á þessum tíma. Já, stoppa internetið. Það er náttúrulega alveg númer 1, 2 og 3. Bilderborgari mætir strax og bilderborgarnir mæta í sviðsljósið. Ég hef ekki séð vopnaflutninga nýlega en þeir eru í gangi sko. Og alla Evrópu sko. Það er alls þar og upp í Noreg líka, Norður-Noreg, þar er að flytja gríðarlega mikið á vopnum. Þeir eru sennilega búin að koma öllum þungavopnunum fyrir sko. Ok, það er sem Bilderborg tengingar hægri vinstri.
og sagan verður alltaf, lygasagan stækkar alltaf. Það er eiginlega, þú veist, ef þú horfir á CNN og Fox News og allt þetta, þá bara magnast upp vitleysan, sko. Og spurning, hvers vegna skutu þeirra til dauða? Af hverju? Er einhver rannsókn í gangi á þessu? Ég hef ekki heyrt það. Og þeir drápa með einu skoti. Já. Ég hef nú ekki lagt í að gera þátt þetta á ensku, því það var einhvers staðar að búa. Einhvers staðar þurfa vondir að vera, eða ekki? En ég þarf svo sem ekki að segja ykkur neitt meira, því þið skiljið alveg hvernig málið liggur. Hérna er að tala um T4. Það sem átti að drepa alla sem voru ekki fullkomnir og hentuðu ekki í stjórnvöldum. Þetta prógram hérna, T4 prógram, er í gangi á Íslandi. Það er skora á ykkur að horfa á myndina mína T8. Að tala um Óli Demmingard eða? Óli Demmingard er sko, hann rannsakaði mikið og skrifaði risabók um morðið á Ólöf Palme. Með alveg heila heimasíðu og hérna, hún heitir Light on Conspiracies. Og hérna, hann er mikið á YouTube, þannig getur flett honum upp líka þar. Og hérna eru interviews, bækurnar hans og styrkjan. Með nú styrkja mig líka. Og ekkert borist að styrkja núna í langan tíma. Þannig að ég þarf sannlega að hækka verðið á liveinu. Það er ekki að gera það. Hérna er svolítið merkileg bók. Coup d'etat in slow motion. Ég byrja að vitna í Óla hérna og núna sé ég að við erum, þetta er náttúrulega Íslandi líka, það er valdarán í hægagangi eða í slow motion. Og hérna, já, ég reyndar, en þið vitið það náttúrulega, maður getur ekki trúað einum eða neinum í öllu allt og allt. En hérna, það er margt mjög athyglisvert sem að Óli er að gera. Hann býr á Spáni, er listamaður. Taka Aurora-kóin. Já, einmitt. Hérna, ég er að spá í að kaupa mér dýrasta bíl í heimi fyrir tölvupóst. Ég sendi bara tölvupóst, segi þetta er greiðsla. Þá fæ ég bílinn, eða ekki? Ég er búinn að borga hann, ekki. Að hérna, peningar eru náttúrulega bara vitleysa, bull og vitleysa. En hérna, þannig nú það. En núna eru Snato og Kóa sleikja sárin eftir kjaftshöggi frá Rússlandi og þegar að Rússland lokaði á þá í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna, þá hérna og hérna já, datum, ég er að lesa og gera allt í einu. Allt í gangi
allt í gangi núna. En hérna, já, þannig er nú það. Já, þannig að Snato og Co. eru eiginlega komin á þann stað að þeir þurfa að velja hvort þeir ætla að ráðast gegn Rússlandi eða ekki. Þeir eru komnir á þann stað. Já, ég var byrjað að tala hérna T4 og T8. Þið horfið bara á vídeóið mitt það ef þið munið ekki eftir því. Og ég deildi þessari síðu þarna. Og hérna, ég ætla að sýna ykkur annað ganni hérna. Sýna ykkur annað. Sko, hérna skal ég segja ykkur vídeórás á YouTube. Og ég hef stundum svolítið gaman að ég renna yfir þar. Ég hef reyndar ekki mikið úthald, sko. Það er að játa það. Að það er mjög merkilegt að hlusta á þessa geðsjúklinga. Og hérna, þetta lið er algjörlega sturlað. Ef þið hlustið á þetta lið, bara hvað þetta fólk er að segja, ég hlusta á vídeóið það sem að var að tala að hérna, hann var að tala já, Montenegro, ég var að hlusta á hann það. Að þarna var að tala já, þeir eru lýðveldi, lýðræði, demokrasi og veist, þið heyri bara hvernig þeir nota frasa, þeir bara að hlusta eftir því að þeir eru alveg bara söngurinn sem eru að syngja, svo eru þeir bara sko þeir eru bara það er svo þeir stríðsglæpa skýta slóðin eftir á. Þeir eru bara inn í öllu þessu ógeði. Þeir stýra ISIS, þeir stýra Al-Qaida. Þeir voru með Gladiómunni, þetta eru stæðstu hryðjuverka samtök heimsins. Þetta eru vandamáli. Og þið getur ekki ímyndað ykkur hvað Íslendingar borga miklar upphæðir í þetta ógeð. Það eru milljarðar og milljarðar ofan. Nú haldið þið að það hefur verið tilviljun að Birgit að byrja að fara á fundi hér bara jafnvel áður en hún fékk einhver völd eða embætti. Sko, þar er bara á ferð Snato Sameinuðu þrjótana á hóra, sko. Það er ekkert annað í gangi þar, sko. Og hérna, einhvern til skemmtunar, hlustið bara á þýsisinn og tuðið í þessu liði, sko. Það er bara, oh my god, þú veist. Þetta er Treaty. North Atlantic Treaty Organization. Og hérna, nú erum við náttúrulega að fara í gang með T-seríuna. TTT og TTIP og PPI, CTT, QQ, KK, LMN. Eða hvað ég vilja kalla það. Líka hérna er UN með sína rás. Og þeir hlustið bara á þessa fávita eins og þessi hérna guður. Og þeir ekki tala um svona áróðusmyndir hérna, svo þeir hlustið á sko
hvað við kalla það, vinkilinn sem þeir taka í, sko, þessi hjálmur hérna er stríðsglæpahjálmur og þeir eru að byggja upp gríðarlega mikinn her, Sameinuðu þrjótarnir, og svo vilja þeir renna honum saman við her NATO og þess vegna er svo erfitt til dæmis fyrir mig að treysta alveg Rússum, sko. Þeir eru allir með í þetta er Elysium, sko. Þetta er svona Elysium hugmynd, sko. En ég skora á ykkur að bara hlusta á þessi viðtöl og hvernig þetta lið sér heiminn. Hérna eru þau tvö alveg, já, við varum runga okkur saman í kvöld. Já, gera það. Ert þú með hægri hendina eða vinstri hendina? Hvernig er það hjá þér? Svo allt þetta flóttamanna leikrit, sko. Þú veist, allir þessi spuni kemur frá þessu ógeði, sko. Þetta lið er ekki það er ekki einu svona litla tána í tengingu við raunveruleikann, sko. Og þetta fólk er bara að plana þvílíkan viðbjóð að hálfa væri nóg. Og svo eru þeir með þetta agenda 21 eða 2030 eða hvað það er. Já, það kemur spurning, en hvað telur þú, Axel, er Putin partar hann í World Order eða er hann á móti því? Ég held að hann sé hluti af spunanum, já. Ég held það. Ég held að hann sé hluti af því, já, absolutt. Og reyndar hafa menn talað að Rússar hafi fengið nóg þegar að því að út af þessum dauðakúltúr, sko, þetta er allt saman, þetta er dauðakúltúr, sko. Þetta fólk pyntar og drepur annað fólk sér til skemmtunar og af trúarlegum ástæðum. Til dæmis er þetta endalausa tuð Holocaustið í seinni heimsstyrjöldinni, það er trúarsaga. Það er svona saga bara eins og í Biblíunni, svona dæmisaga. Að Holocaustið er fórnar saga fórn og gæti alveg eins verið bara í Biblíusögunum. Og ekki eru því að halda því fram að allar biblíusögunar séu tengdar raunveruleikanum. Til dæmis sagan nýjuföddum keisarans, haldið að sú saga hafi gerst í raunveruleikanum. Hvað haldið þið? Segjum að hún hafi aldrei gerst. Þetta var aldrei í raunveruleikanum sem að þessi saga gerðist. En þýðir það að dæmisagan sé ónýtt einhvern veginn? Nei. Það er nefnilega ekki þannig. En þeir eru allir saman í þessu, sko, það er ástæðan fyrir að ég kalla þetta Sameinuðu þrjótarnir, ekki Sameinuðu þjóðirnar, heldur Sameinuðu þrjótarnir. Þeir eru allir með diplómatapassa, þeir eru allir yfir löghafnir, þeir greiða hvergi skatt, þessir rungarar. Og þeir eru allir svona umdæmisstjórar þræla nýlendna, hver í sínu heimasvæði. Og ef að einhver þeirra missir stjórn á þræla kistunni sinni, eins og Líbía eða Írak, Líbía var að nota bara peninga úr auðlindum landsins til þess að fólk í landinu myndi hafa það gott. Það er fyrir þessum NATO Sameinuðu þrjóta sturlungum. Þeir bara get ekki lifað við það þannig. Þeir bara, nei. Við eigum jörðina, við eigum allar auðlindir á jörðinni, almenningur og, já, byrjum við eitthvað. Ég ætla að pröfa að endurræsa þá mixerinn, það er eitthvað með hljóðvandamál.
Heyrið þið í mér núna? Vona vona að ISIS sé ekki að fikta í sig hjá mér. Annars veit maður aldrei hvað þeir eru komnir langt í vestur. Já, ókei, það er eitthvað vesen hjá þér, Helena mín. En hérna, ég get gert þetta bara á táknmáli þá líka. Gerum við svona. Ég er allavega búinn að endurræsa mixera núna, þannig að bufferinn er nýhreinsaður og fínn. En hérna, eruð þið ekki aðeins farin að sjá samhengið í þessu, eða hvað? Haldið þið að þeim takist þetta ætlunarverk sitt að búa til svona Elysium þar sem við búum bara í moldarkofum með ekkert á milli handanna og þeir lifa bara í eitthvað svona Elysium dæmi og ástæðan fyrir til dæmis í Elysium það sem við sjáum að þarf að tala um að þeir væru með lækningu á krabbameini það er bara því að þeir borða óeitraða mat og þeir standa á bak við krabbameinsblekkinguna þannig að það er lækningin sko. Að láta ekki blekkjast og hérna, já, heyrðu núna Helena halló, heyrðu en hérna hvað var hérna, býttu nú við Amway, held ég heiti Amway hvað heit það? Já. Sko, það segir ykkur svolítið að leyndamáli. Það segir ykkur svolítið leyndamál. Þrjár heimasíður í næsta töfrabragð, dáleiðslustand og hérna já það verður erfitt almúgin fari nógu á endanum en almúgin er bara velta fyrir sig fótbolta, þið eru alltaf í fótboltastrákar, ég veit hvernig það er og fólk er bara að falla í allar gildrurnar sem lagðar eru fyrir það en fæ mér hérna bara sko það var sérstaklega í kringum atburðina hérna í Noregi útdegið og ebóluna munið ég gerði vídeó það á Scandinavian Report að ég hef verið að horfa svolítið á þetta fólk þetta var ekki rétt ég hef verið að horfa aðeins á fólk og til dæmis ef þið horfið á ebólu hóksið hérna í Oslo sem alltaf byrjaði að fara gegn öllum procedúrum og allt það, ég nenni ekki að fjalla með aftur þið farið bara á Scandinavian Report og þar fjallaði það að ég var að horfa á þessa stelpu sem að lék hlutverk sjúklingsins og pabbennar og hérna og liðið á útdegi og til dæmis það sem Óli Demegard hefur verið að segja að formaður ungliðarhreyfingarinnar í úti, hann tók bátinn og keyrði hann bara upp í strönd til þess að það var ekki séns fyrir fólki að komast í burtu með hann sko því fólki þessum krökkum var slátrað í úti undir eftirliti hann kallar Delta sérsveitina já, byrð heilsa Helena að hérna sko
bara horfa aðeins á þetta fólk, hvað það er sturlað. Og ég hef náttúrulega verið svolítið í þessum svona sértrúarsöfnuðum og ég veit svona hvernig hópefli virkar og svo hafið til dæmis séð þessa landsfundi til dæmis, munið eftir landsfundum Samfylkingana, hvað þeir voru funky. Það bara þegar að dópsölukellingin kom í hús að það bara alveg, bara fólk alveg bara, hún er komin. Var hún að koma frá Afganistan? Eða hvar var hún? Það er bara svona, fólk er einhvern veginn komið í svona guðlega tölu. Og svo koma alls konar svona spjátrungar eins og Birgitta Jónsdóttir og Össur Skarphéðinsson og kemur eitthvað bara svona fullt af fólki. Búið að vera eitthvað ellendis, sko. Það er bara líka forsætisráðherra Sigmundur Davíð, hann var bara ellendis lengi, sko. Og svo kemur þetta fólk bara til Íslands, bara já, bara nú verðum við bara að gera þetta og gera hitt og við verðum bara löglega að allir verða að taka bólusetningar, allir verða að gera þetta og það bara verður að vera svona og hinsegin og byggingarreglugerðin er þannig að þú getur ekki byggt þér einu sinni dúkkuhús, þau sem það kostiði 17 skriljónir, lóðaverð, þetta er allt saman takmarkaðar auðlindir, Íslendingar eiga ekkert land, þannig að það er að keyra verðið upp og allt er bara, fólk kemur bara svona, maður bara, það má ekki veiða hvali, náttúran er bara að hverfa, fiskarnir í sjónum er allir að synda eða bara þeir allir að drepast, það eru 200.000 tegundir í útrýmingu, sem það er bara staðfest, staðhæft að 200.000 tegundir af dýrum deyja á ári, 200.000 tegundir bara hverfa for good, sko. Og þetta er allt saman bara froðulega kjaftaði, sko. Ekkert til í þessu. Ekki neitt. Já, global warming, CO2, við verðum að setja skatta á þetta, allt saman setja skatta á þetta, sko. Já, við komum á öpum og við bara verðum að fá nýja stjórnarskrá, verðum að meiri skatta, verðum að senda peninga þangað og hinga og verðum að gera þetta og bara bla. Og maður bara, þú veist, góðan daginn, hvaðan eru þið að koma? Og mín kenning með því að horfa svona á þetta fólk og sem þau horfið á eldhúsdagsumræðunar hennar Pírötu, þá sjáu þau hvernig segja, já, yes we can. Þetta er ekki gott eða hún var með eitthvað svona orðalega, já. Vanhæf ríkisstjórn, Framsókn sökkar og eitthvað svona, verðum að bara, já, verðum að laga þetta, sko, verðum bara að gera þetta. Svo breyta þau aldrei neinu, breytist aldrei neinu. Að sko, minn thesis, eða mín kenning er svo, þetta lið fer á eitthvað svona United Nation Sameinuðu þjóða samkomur og þetta lið fer á eitthvað svona NATO samkomur, sko. Og og þar eru svona trúarleiðtogar og þar er svona alveg bara halleluja. Og News and Media, Jón Fótó, veist, allt í henni bara og svo sé líka speilmynd af sko því sem er að gerast í Ísland og henni Svíþjóð. Allt í henni bara, svo illa farið með svín, það má ekki rækta svín og það má ekki þetta, má ekki hitt, bæði Ísland og Svíþjóð, sko. En sjáu þið, þetta eru svona samkomur, sjáu þið, þetta eru svona trúar samkomur, sjáu þið. Þetta er bara, já, sjáu þið. Þetta er svona samkomur. Þetta er sko trúarhreyfing. Þess vegna er líka til dæmis, þess vegna er Páfinn alltaf inn í þessu líka. Nei, einhver kelling frá Íslandi. Nei, ok. Og í New York til dæmis, þá er þetta er ekki hluti af Bandaríkjunum, þetta er þetta land sem það stendur á er international. Og hér er þessi samkoma, já.
Já, ok, ég spólaði ekki um það. En mín kenning sú að þessar samkomur eru svona svipað og peppfundir hérna á Herbalife. Þetta svona sama píramída dæmið sem í gangi, sko. Og þegar Píratan og samfóistarnir og eða sest, hægri rungararnir og vinstri rungararnir og miðjurungararnir og allt þetta runglið kemur af einhverjum svona sölufundum í þessu píramídasvindli sínu sem heitir Sameinuðu þjóðirnar og NATO, að þú getur bara horft á þetta fólk, hlustað á þetta fólk og hlustað svo á einhvern sem að selja þér eitthvað svona Herbalife eða Tupperware eða eitthvað. Kíkjum á Tupperware. Það nákvæmlega sami einhvern veginn stíllinn yfir þessu. Og svo hérna John Olstein, hann síonisti. Að hérna, já, Tupperware, það svona svipað, veist, það mætt á svona einhverja, veist, mætt á einhverja svona, hérna, mætt á einhverja svona fundi, svona samkomur, sko, það sem allir var, já, Tupperware er best, allir verða að fara með Tupperware. Men hvernig getur þú lifað án Tupperware? Hvernig það hægt? Já, Lakewood Church, já, hérna. Þetta svona eitthvað svona trúarhreyfing líka, sko. Og hérna þetta myndir, hvað það ekki? Að hérna, þið horfið á þessar myndir hérna. Nei, ég var ekki kjörinn í stjórnlagaráð, en ég mætti á þjóðfundinn, sá Delphi strúktúrinn þar. Við komum á Páfagaukastefnu, þú veist það náttúrulega, þú er búin að lesa kenningar Axels það. Það var svo sem ekkert þarf ekkert að fara meira yfir það. Kaupið þið frekar bóli, come on, verið þið góðir við strákinn, kaupið þið svona bóli á Axel. Kaupið þið svona bóli, fullt af svona flottum logoðum sem ég er búin að. Halleluja, kaupið þið svona, þá verðið þið hamingjusamari. Nei, bara fíblast í ykkur. En ég er að leita hérna myndum, af hverju eitthvað myndir hérna? Hvað ég að gera það? What's online, fyrir maður ekki alveg út í það, resources. Aja, whatever. Það hérna, history, kannski sé hvað myndir þar. Já, gott að styrkja, þetta eru flotti bólir. Ég meira þess að kaupa það sjálfur. Ég í svona Apple Inside ból. Og fyrir að vera meira live, bara blackmail hérna. Bara blackmail, sko. Góðan daginn, sko. Við sem ég sem að predika ofbeldisleisi. En sko, ef þið horfið á samkomur hérna, þessum góður, bara geta hort á vídeóin. Ef þið horfið á svona sölusamkomur hjá þessu liði hérna, ef þið horfið á svona sölusamkomur hjá þessu liði hérna, og svo ef þið horfið á sölusamkomur hjá þessu liði hérna og þessu liði hérna, þá þetta alltaf sama ruglið, sko. Þetta bara business. Og Snato og Co. í þeim business að drepa fólk. Til dæmis það að vita að málaliðar Snato, þeir stunduðu það lengi að kaupa svona eldgamla pikkupa frá Vesturlöndum. Þess vegna allt í einu fundum að menn sé myndir af druslunni sem þeir seldu, sko, fyrir $20 eða eitthvað, eða $5 eða bara, veist, seldu fyrir að vera fjarlægður kostnaðarlaust, þú veist. Þessi bílar voru fluttir með skipum þarna til Miðausturlanda og þar þessu stillt upp í eyðimörkinni
og hrópað ISIS, 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 ISIS og svo bara $3 milljón eldflaug notuð til þess að sprengja þennan jeppa sko. Og þetta eru sko mikilvæg hernaðarleg skotmörk. Come on. Talandi blackmail, þegar fórsetrar þurfti saman þá komu systur og ætlaði að koma út úr honum fé. Hvað varð það mál? Eru þær í fangelsi eða? Hvert fór sá spunni? Hann bara hvarf einhvern veginn. Já, nei. Þetta en í alvöru, eru þið ekki svolítið að sjá þegar þið eru að tala heimskuna? Eru þið farin að sjá það í alvörunni? Eða eru þið bara að fíflast í mér? Eru þið bara að fíflast í mér, kannski? Já. En endilega kaupið svona bóli. Ég myndi þá hanna líka fleiri flotta bóli. Ég vona einhver finnist þessi bóli og var flottir. Alltaf hann kaupir það á enginn. Já, byrju, sá aðra eða það. Já, þetta var náttúrulega bara spuni við þið. Sko, þið þurfa að átta ykkur á því að runkararnir ekki neinum tengslum við raunveruleikann. Ég var einmitt að hugsa á þann í sambandi við skólana, skólakerfið. Að sko, athugið það, í skólakerfinu þá er okkur kennt einhvern veginn að það sé verið að kenna okkur sannleikann. Að í sögubókunum og það sem kennarinn er að kenna okkur og það sem að þjóðfélagið er að segja okkur sé sannleikurinn. Gott og vel. Það er ekki raunveruleikinn, sko. Og þess vegna hef ég náttúrulega gert heilt myndband sem ég kalla Sannleikurinn er blekking. Það reyndar á ensku. Og það er svolítið mikið til í því, held ég. Þess vegna sagði ég það nefnilega. En það er líka annað sem er óbúslega sniðugt að gera. Það er að halda statistik. Að halda tölfræði. Akkur er ekki búið að dæma? Eitulyfja stelpan var dæmd á bara 3 dögum, það ekki? Í 11 ára fangelsi. Er ekki alvarlegra mál þegar að verið að blackmaila forsætisráðherra heldur en einhver útlensk kellingar að flykkast mikla eitulyfjum? Hvað var langur tími á eitulyfjadómnum á þessari kellingu þarna? Það náttúrulega er ákveðin vísbending mína kenningu að dómstólarnir eru með í þessu glæpói líka. Strákar, finnið út hvað var langt á milli, eða hvenær hún var handtekin og hvenær hún var dæmd þessi kettlinganna í 11 ár. Eða stelpur og strákar, það er bara strákar sem eru að tjá sig núna og Helena er farin. Eina konan sem hefur, þið vitið að hérna undir vídeóinu eða til hliðar, þar er komment sko, sem þið getur sett komment og haft áhrif á framvindu þessa frábæra þáttar. Sem að mun verða mjög dýr alveg bráðum af því að ég á eftir að hækka verðið á þessu sjói sko. Já, það er ekkert frýtt að ílu. Og hérna já, 1,5 til 2 mánuði tók að dæma þessa kettlingu, segir hérna. 1 til 2 mánuði tók að dæma þessa eitulyfja kettlingu. Í 11 ára fangelsi sem er mjög þungur dómur. Og ætti að taka mjög langan tíma að þurfa að pæla. En þið sjáu að þessar spunastelpur ekkert einu sinni nálægt dómskerfinu og mun aldrei fara í, ef þær fá á eitthvað bara
málamyndadóm af því þetta var allt saman spuni, lygar og kjaftæði. Og er ég að gleyma einhverju? Ég er eiginlega bara kominn hálfa leið niður í glösunum hjá mér og það er svo gott að hafa gott í djúpköfunum að þá eru tveir sko, þá fær maður alveg svona tíma á milli til þess að pæla. En þið eru orðnir vanir hlustendur. Þetta fara með ykkur yfir alls konar holt og hæðir. Truflunar á útsendingum og bilanir í hljóði og þetta er svona vöndu vinna vanir menn. Já, Papeyjarmálið og Pólstjörnumálið, hvað voru það aftur? Papeyjarmálið. Þetta er þyngri dómur en margir morddómar, sko. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðs í Papeyjarmálinu. Höfuðborinn Pólstjörnumálið. Allt stendur nú í mokkanum. 2 karlmenn voru í héraðsdómi Reykjavíkur í dag dæmdir í 10 ára fangelsi fyrir skipulagningu og innflutning mikilvægs fíkniefna til landsins með skútu. Já, 4 karlmenn til viðbótar í 3 til 9 ára fangelsis. Já, það er þess hollendingur og 1 Íslendingur. Já, það virðist vera að einhverjar hollenskar mafíur að reyna að koma sér fyrir hérna. Það er sennilega samkeppnin sem verður að reyna að stöðva. Það kemur allt saman frá Þetta kemur allt frá Hollandi. Það er greinilega einhverjir amatörar að reyna að koma sér fyrir hérna á Íslandi frá Hollandi. 6 karlmenn dæmdir í héraðsdómi fyrir tilraun til fíkniefna innflutning á dæmdu 9,5 árs fangelsi. Já, 9,5 ár, já. Ok. Rosalega menn að fá mikla dóma fyrir þetta. Það er greinilega illa liðið að menn séu í samkeppni við landhelgisgæsluna og valdstjórnina í eiturlyfjainnflutningi. Kemur það svo sem ekki á óvart. En næsta spil í þessum Matador er að öllum líkindum falskur fáni. Það verður sannarlega reyndar er sannlega erfitt fyrir að framkvæma núklear falskan fána því þessar njúksprengjur eru að öllum líkindum ekki til. Og þið sjáið að það fyrir að þrengja töluvert að þessum falsku fánum að þeir eru orðnir svona frekar aumir og já, landhelgisgæslan er í samstarfi við norska herinn og norsku landhelgisgæsluna þar og þeir eru á kafi í eiturlyfja dreifingu og sölu og norska mafían og íslenska mafían vinnur saman skipafélögin og
og Landhelgisgæslunnar, Coast Guard hérna norska. Til dæmis var Sævar í Noregi sem var drepinn í Hraunbænum, myrtur þar. Hann var í Noregi sko og hann hefur örugglega verið með upplýsingar eiturlyfja og eða svona glæpasamstarf íslensku og norsku. Landhelgisgæslunnar og sennilega norska hersins líka. Og það er enginn að neita því, það er enginn að, þú finnur engan sem segir, nei það er ekkert verið að rækta ópíum í Afganistan. Það er enginn sem segir það, en það er það bara viðurkennt á. Taliban, ópíum, að Samfólufsan sé með 60 milljónir á ári í einhverju skrifstofustarfi í Afganistan. Það sé eitthvað í einhverjum kvenréttindamálum. Come on. Þetta segir, þið eru heimskingar, þið trúið bara svona vitleysu sko. Það er bara ekki viðbjargandi sko. Sorry, það er bara, er ekki þannig. Þetta fallegri mynd fyrir ykkur. Það er svona svo erfitt að það er að fela svona fyrir manni. Það vantar kannski mynd á Google og það tekur rosa langan tíma að finna hana þegar sita allar þær myndir sem mig vantar aftast sko. Lang aftast. En þetta er, þið getið fundið þetta línurit hérna, eða þetta töflurit, eða súlurit heitir það nú víst. Sjáðu þið til þegar að CIA var með stjórn í Afganistan, þess að yfir ópíumrækt Afganistan, þá er þetta magnið sem það voru að framleiða. Talibanar af trúarástæðum vilja ekki, þessi vondu talibanar, þeir vilja ekki rækta ópíum, þeir vilja ekki rækta vöru sem skadar annað fólk, þessi hræðilegu menn hérna í Talibanum. Þeir vilja alls ekki framleiða vöru sem getur skadað ungt fólk og annað fólk, saklaust fólk. Þess vegna sjáum við hvernig framleiðslan var 2001. Hvað gerist eftir 2001? Munið það? Hvað gerist eftir 2001? Ég er að bíða eftir kommentum við okkur. Hvað gerist 2001? Sjáum við, hérna er svona, sjáum við þess að tölu, þess flatamáli hérna, ópíum. Þið áttu gráði, á bak við hverja súlu hérna er rosa mikil starfsemi. Það þarf að vinna ópíumi, það þarf að koma í flugvélar, það þarf að dreifa þessum götur, borga og bí. Það er ofboðslega margir sem að lifa á þessum grænu súlum sko. Það er alveg svakalega mikið af fólki sem að, og allir spiltu pólitíkusarnir og dómararnir og sýslumennirnir og flugmennirnir og skipstjórarnir og hásetarnir og svo. Halló, hvað er í gangi? Hey, það er engin vara lengur. Come on. Hvað er málið? Eigum við bara að fara að vinna á McDonald's eða eitthvað? Hvað meinar það? Ha? Nei, come on. Svo er það karabúm, búm, 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 búm. 2001 var eitthvað karabúm, búm, búm. Karabúm, karabúm, karabúm. Nice. Nice. Business as usual.
Business as usual, halló, halló, halló. Já, okkur vantar einhverja kettlingu frá Íslandi til að sinna jafnréttismálum kvenna. Hey, Íslendingar, eigið einhverja kettlingu fyrir okkur til að kenna afgöðskum konum til að vera konur. Þær kunni ekki að vera konur. Hvað gerist hérna? Halló? Hello? What's going on here? Halló? Halleluja, bara svo gaman að vera í landhelgisgæslunni. Það svo gott að vera að hjálpa öllum út allt. La 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 la. Já, ég að fara að vinna fyrir 60 milljónir til þess að hjálpa kettlingum að vera total bitches við mennina sína. Já, það það, já. Já, já. Svo vitið þið að hérna bændur, já. Ég ekki rækta ópíum af trúarástæðum. Nei. Ég ætla ekki að nota landið mitt eða jörðina mína til að framleiða eiturlyf sem skaða líf annars fólks. Ég kæri mig ekkert það. Ég ætla að rækta mat fyrir mig og mína fjölskyldu. Hollan mat, ég nota ekki GMO eða eitur eða neitt svoleiðis, ég nota bara góðan mat fyrir mig og fjölskyldu mína. Ég heiðvirður maður, ég múslimi og ég hef ekki trú á því að rækta eitur til að selja ungu fólki til að eyðileggja líf sitt. Þá vitið þið hvað þessir vitringar gera. Þessir vitringar hérna, sem að dreifa lýðræði og frelsi, þeir öfunda okkur svo mikið af frelsinu. Við með svo mikið frelsi að þeir öfunda okkur svo mikið. Þess vegna þeir allir svo vondir kallar. Þeir svo vondir kallar hérna. En vitið þið hvað góðu kallarnir í skrýpabúningunum gera? Þeir taka þessa bændur hérna sem vilja ekki rækta ópíum og pynta þá. Já, þú heyrðir rétt. Þeir ryðjast inn á heimilin þeirra, eins og að fara að gerast mikið meira á Íslandi, og þeir setja hvítströpp á hendurnar á þeim fyrir aftan bak og svo nauðga þeir náttúrulega kerlingunum út á ætrum þeirra í leiðinni, svona bara fyrir fannið. Og síðan bara farið með þessa bændur og þeir bara pynta þeir. Þannig að þeir segja, já, ok, ég skal rækta ópíum fyrir ykkur. Ef þið hættið að nauðga dóttur minni. Þá skal ég skoða það. Ok, við erum með díl. Ok, já, og ég skal senda konuna mína og dóttur mína sem þið voru að nauðga til íslensku konur til þess að hún læri jafnrétti kvennanna. Og já, ég skal gera það. Já, þið megið koma inn og nauðga þeim bara hvenær sem þið viljið. Það ekkert mál. Já, hún fær 60 milljónir á ári, kona. Hún lítur nú að vita eitthvað hvað hún að gera, það ekki? Ekki var nú neinu vandamál eftir hann á Íslandi, var það? Hún fór frá Íslandi þegar allt var í mesta blóma, það ekki? Hún lítur að vera með frábæra meðmæli frá Íslandi, það ekki? Er það ekki? Ef þú ert Íslendingur og ert að horfa á mig núna, þá horfðu í augun á mér í gegnum gleraugun og ég ætla að segja þér leyndardóm raunveruleikans og hann sá að þú ert heimskingi. Það raunveruleiki dagsins og flestra daga alveg aftur til víkingana. Að þú ert heimskingi. Og meira að segja þóttu sér til valdstjórninni, þá ertu líka heimskingi. Og þeir sem í þessum ofbeldisstörfum hjá lögguhaugum eða
glæpóum eða hvar þið eru stödd, þið eru mestu heimskingjarnir, sko. Þið eruð ofbeldisfólkið sem þykist vera að gera eitthvað gott. Þið lifið í mestu blekkingunni. Og Guð hjálpi ykkur þegar að þjóðin kveikir á verkum ykkar, sko. Ég er búinn að vara ykkur við, ég er búinn að hvetja ykkur til að koma út núna. Koma út úr skápnum. Og það eru sennilega ekki mörg tækifæri eftir, sko. Já, Garri, já. Já, það er mjög algengt að menn framlega svona í kringum svona mál líka, þeir fremja sjálfsmorð með 17 kúlur aftan í nakan. Þið munið þarna eftir 77 í London, það var brasilískur rafvirki sem tengdist þeim atburði. Og menn eru stundum að spurja hvernig er þetta að halda leyndu svona fölskum fánum. En það hlýtur alltaf að vera einhver sem fer og kjaftar, eða ekki? Það fer alltaf einhver sem kjaftar. Það er alltaf einhver sem kemur upp falska fánan, eða ekki? Er það ekki? Er það ekki þannig? Jú, það hlýtur bara að vera þannig, sko. Munið eftir brasilíska rafvirkjanu sem tengdist atburðunum 77. Og lögreglan elti hann í undir lestastöðunum í London og ruddust á eftir honum inn í einn vagni og skutu hann þar. Og ég ætla að segja þér hvernig þeir skutu hann, þennan brasilíska rafvirkja. Aldrei var ekki á sakaskráin eitt slíkt, alveg bara heiðvirður góður maður. Þeir skutu hann svona oft. Bang, 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 bang. Svona oft skutu þeir hann í hausinn. Og þetta var víst sjálfsmorð. Come on. Já, þetta voru hryðjuverkamenn í London, ekki? Þetta var ISIS, Al-Qaida. Þetta var Al-Qaida í London, já. Þetta voru hryðjuverkamenn, var ekki? Þetta var Al-Qaida, já. Og 9/11 í New York, já. Það voru líka hryðjuverkamenn, ekki? Al-Qaida. Já, það er bara þannig. Já, þetta voru svona hryðjuverkamenn. Þetta voru svona talibanar og múslimar og íslamarar sem að hata Vesturlöndin fyrir frelsið þeirra. Já, fyrir persónufrelsið þeirra. Já. Og það er ekkert í Ameríku núna þannig að það sé verið að setja lög í gegnum herlög. Það er ekkert að gerast, sko. Það er ekkert verið að lýsa yfir herlögum í Ameríku til þess að þingi getur komið í gegnum alls konar lögum. Nei, það er ekkert í gangi. Það eru bara vondi talibanar sem eru að eyðileggja allt í Ameríku og á Íslandi. Já, það er bara talibanar sem eru að eyðileggja allt á Íslandi og múslima. Já, múslimar eru að eyðileggja allt á Íslandi. Það, já. Og svo ætla þeir að byggja einhverja mosku hérna. Það er bara, þeir eru að eyðileggja allt, sko. Og svo er þetta fólk sem að við erum að borga fyrir að láta sprengja heimilin þeirra í tætlur og við erum að borga NATO svona 10 milljarða á ári, 20 milljarða frá Íslandi til þess að sprengja heima hjá þeim og helst að sprengja börnin þeirra þegar þau eru sofandi. Og svo ef þau komast lifandi frá heimilunum sínum öllum sundusprengdum, þá pyntum við þau, já. Og það er allt múslimum að kenna, skilur. Það verður bara, maður verður að passa sig á þessu í Íslam. Íslam er bara alveg ræðilegt, sko. Já, það er ekki þannig að NATO-hermenn hafi verið að nauðga börnum og konum í Afganistan. Nei, það er ekki þannig. Það eru pappar þeirra, það eru talibanarnir sem eru að nauðga sínum eigin börnum og konum. Já, það er þannig, sko. Já.
Og við erum að borga hérna konu sem setti Ísland á hausinn 60 milljónir á ári til þess að kenna afgönskum konum að vera hálfvitar. Já, það er bara þannig. Já, já. Já, já. Það er bara svona, sko. Já. Já, já. Já, já. En það er alveg mögulegt að fólk fremji sjálfsmorð með því að skjóta sér 17 sinnum í hnakka. Það er alveg mögulegt, sko. Já, já. Það er svona bara gerist, sko. Já, já. Löggumanninn sagði að það væri svona. Já, já, já. Og vondi kallinn í Gjörmanvings, hann bara flaug inn í fjallið bara. Hann var svo reiður. Og hann var líka múslimi, sko. Já, já, já. Já, 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 já. Það er bara svona, sko. Já. Já, já, já. Það er bara svona, sko. Já. Og það að það sem verið að bera út Íslendinga á Íslandi er bara Talibanum að kenna, sko. Já. Það er bara múslimar sem þetta eru bara múslimar, sko. Þetta er allt sem að múslimum að kenna, sko. Já. Já. Já, 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 já. Nei, síonismi er ekki til. Síonismi er bara ekki til, sko. Hann hefur aldrei verið til. Þetta er bara einhver misskilningur hjá þér, Axel. Þetta er bara misskilningur hjá þér. Og að halda því fram að á Íslandi sé einhver mafía sem er að lána peninga með einhverju okri. Ha? Já, nei, Axel. Við þurfum að finna skattsvikarana sem eru út allan heim. Það eru svona íslenskir business kallar sem eru með skattaskjól út allan heim að fela peningana sína. Og við þurfum að borga 300 milljónir fyrir lista yfir þessa kalla, sko. Já. Við þurfum að gera það, sko. Ég meina ekkert hlindur skattsvikum. Ertu ekki á móti skattsvikum? Hlýtur að vera á móti skattsvikum. Come on. Allir verða að borga sinn skatt eða ekki. Nema náttúrulega þeir sem eru að vinna svo mikið fyrir þjóðina að þeir eru með diplómatapass og þeir borga engan skatt. Nei. Konan sem er að kenna afgönsku konunum að vera bitsis, hún borgar engan skatt af laununum sínum. En það er svo erfitt að kenna afgönskum konum að vera bitsis. Þannig að það er ekkert réttlátt að hún borgi eitthvað skatt. Come on. Það er eitthvað, hvað er að því? Þú er svo ósanngjarn. Og svo þetta kalla okkur heim, sko svona. Þú er svo ósanngjarn við okkur. Já, þú er svo ósanngjarn. Já, hún er að reyna að hjálpa konunum í Afganistan. Já. Það er eiga svo bátt að því að Talibana kallarnir eru svo vondir þar. Já. Og þess vegna þurfum við bara að sprengja þær og börnir og alla fjölskyldunni loftum, sko. Já. Það er bara þannig, Axel minn. Þú bara skilur þetta ekki, skilur. Þú bara nærðu ekki hvað þetta er allt saman frábært. Og svo erum við að fá nýja stjórnarskrá og svona. Já. Og þá verður allt hæðislegt, skilur. Já, ný stjórnarskrá, er þetta móti stjórnarskrá, sáttmála fólksins. Er þetta móti því að fólki hafi sáttmála? Af hverju? Af hverju er þetta móti því? Er þetta móti því að við getum bara farið inn á heimilinu og rifið fólk þar út á nærbuksunum og bara dreipið þau? Er þetta móti því? Þetta er bara ómögulegt fólk, sko. Skilur þau? Þeir eru bara eitthvað ósátt við að vera fátæk og við rænum hér öll á Rauðbla, fólk er eitthvað ósátt við það. Það er náttúrulega bara eitthvað geðveiki, eitthvað, skilur. Já, nei. Það er ekki láta svona við mig, sko. Já, hvað er í sjónvarpinu þetta? Hvernig fór leikurinn, Stebbi og Albert? Hvernig fór leikurinn, segið mér? Hvernig fór leikurinn? Var dómarinn ómögulegur, kannski? Var ekki dómarinn sem var að klúra leiknum? Já, dómarinn, sko. Hann hefur engan áhrif á gang leiksins, eða? Nei. Já, þetta er takið eftir því þegar maður hlustar á útvarpið í Svíþjóð.
Það var svo merkilegt í Svíþjóð, þeir nota svona heilaþvottaaðferð sem er alveg svakalega flott, sko. Það er fólk með svona ofboðslega seiðandi, dáleiðandi rödd sem er að segja fólki sögur af stríðsástandinu, til dæmis í Afganistan. Og þá byrjaði svona, já, þetta er hún Sofía litla, hún býr í Afganistan og pabbi hennar er talibani og hann er hryðjuverkamaður og Sofía litla kemst ekki í skólann af því að pabbi hennar vill ekki hleypa inn í skólann og hún þarf bara að vera heima hjá sér alla daga, sko. Og þetta er alveg rosalega vont fyrir hana, sko. Þess vegna þurfum við náttúrulega bara að taka pabbi hennar og pynta hann, skilur. Við þurfum náttúrulega bara að gera það og bjarga Sofíu litlu. Við getum ekki látið Sofíu sleppa því að fara í skólann. Nei. Og við leyfum þér aldrei að tala við pabbi hennar eða mömmu hennar sem hann myndi sennilega segja þér að þau vilja ekki sitja Sofíu í skólann núna af því að NATO hermennirnir eru á leiðinni í skólann og mamma Sofíu og pabbi Sofíu vita að ef þau senda Sofíu í skólann þá eru mikla líkur á því að NATO hermennirnir nauðginni. Og mamma hennar og pabbi Sofíu elska hana og þykja vænt hana og vilja vernda hana fyrir góðu NATO-köllunum sem eru svo góðir að nauðga þessum börnum. Já. Og hermenninni frá NATO og Sameinuðu þjóðunum, þeir eru rosa mikið að nauðga börnum út allt, skilur. Bara ekki segja neinu frá því, skilur. Það er svona guðlast. Ekki segja neinu frá því. En núna erum við búin að finna út hver það er sem var að nauðga öllum börnunum. Einmitt, það eru pabbanir og bræðurnir, talibanarnir. Þú ert sennilega ekki heimskingi. Sennilega ekki. Nú engin leikur í kvöld. Hvað er í gangi? Bara að vera að eyða tímanu hérna í rantið hjá mér. Já, það er nú svona. Jæja, ekki komin tíma að fara að sofa aftur. Hvað er það að gera hérna upp á dekk í rantið hjá mér? Hvaða rugl og vitleysa er það? Það er nú eitthvað misskilningur eða ekki. Nú fara að lækka í glösunum hjá mér. Þetta er nóga pilsnir hjá mér. Já. Ég ætla að leyfa okkur að horfa á myndina sem ég er að horfa á. Þetta eru vondu hryðjuverkamennirnir, sjáðu. Hvað er þetta? Já, þetta eru vondu kallarnir, já. Ok. Hérna, sjáðu. Það er Afganistan stjórnuðu landinu sínu sjálfu, sjáðu. Þá vildu þeir ekki rækta þetta ógeð. Já. Þessir hérna eru bara úti að labba með vélbyssuna. Það þarf alltaf að fara með vélbyssuna út, sjáðu. Það þarf að labba, hundana, sjáðu. Það þarf að viðra hundana og vélbyssunar. Það viðra sig ekki sjálfar vélbyssunar, ekki haldið þið það. Já, sjáu þið það hryðjuverk? Já, nei. Sjáu þið þessar hryðjuverka? Nei, þeir eru komið víguvélar, já. Já. Ok, kíkjum hérna á US Army Vaping. Fyrir viðkvæma, komið ykkur í burtu núna. Já, þetta eru svo góðir strákar, sjáðu. Muni eftir þessari stúlku, 14 ára, 13 eða 14 ára stúlka sem að amerísku
gátarnir voru að gefa frelsi og lýðræði muniði. Þeir sögðu við hana ef þú ert til í að runga okkur þá skulum við leyfa bróður þínum að lifa. 7 ára bróðir hennar. Svo var hún ekki nógu góð að runga þeim, þannig að þeir drápu bróður hennar fyrst, þannig var nú þetta hún sæi þegar þeir drápu 7 ára bróður hennar. Svo náttúrulega drápu þeir hana bara. 17 skot í hnakkann og það var bara sjálfsmorð, skilurðu. Þetta allt saman eðlilegt hérna. Ég meina, hvað meinarðu? Ertu að segja að þetta sé eitthvað óeðlilegt? Hvað ertu að meina? Já, þetta, já, drepa börnin fyrst og bjarga þeim svo, sko. Já, hérna eru, sjáðu, herrmennir. Svo góðir herrmenn, sjáðu. Þetta svo góðir herrmenn, sko. Svo gott fólk, sko. Já, og það eru pappar þeirra sem að nauðga þeim, skilur. Það eru mest svona pappar þeirra og bræður þeirra sem að nauðga þeim, skilur. Já, hérna, já, sjáðu. Já, þetta svo frábært fólk allt saman. Já, þetta svo mikið góða fólkið okkar, sjáðu. Þeir svo góðir þessi strákar að dreifa frelsinu og lýðræðinu, lýðræðið, já. Já, og svo þetta fólk alveg svoleiðis nauðgandi hvort öðru fram og tilbaka. Þetta svo gott fólk, skilur. Þetta góða fólkið. Já. Þetta góða fólkið, skilur. En þetta vondu kallarnir. Þessir kallar að nauðga dæturum sínum, skilur. Já. Þetta vondi kallar. Allir þetta bara vondi kallar, já. Come on, bara... Finnst ykkur skrítið að ég nenni og alla standi í þessu lengur? Já, erum við að fá nýja stjórnarskrá. Þjóðin vildi stjórnarskrá, ekki? Já. Smalarollum í réttirnar. Smalarollum í réttirnar. Ég man eftir því ég var í sveitinni. Það komu beljunar stundum bara sjálfur. Ég var náttúrulega smala. Ég var gaurinn sem þetta smala beljónum. Ekki að það með erfitt, sko. Ekki að segja það. En ég algjör snillingur í að smala beljum. Maður bara opnar hliðið, svo bara labbar maður eftir þeim. Það koma sér bara heim. Réttirnar. Göngur kannski. Hvað já. Sjáðu. Nú að koma, réttina búnar eða hvernig það? Hvernig réttirnar á Íslandi? Það komið bruma vetur núna á Íslandi, þetta allt sem að löngu liðið. En en núna á Íslandi að byrja réttir og göngur. Hérna mynd af ykkur, sjáðu, hérna mynd af ykkur. Ó, svo sæt, sjáðu. Þetta svona að tala svona við ykkur, skiljið mér miklu betur svona. En óðalegu lélega myndir, Google veit ekkert hvað réttir þeir svo miklu kjánar. En málið það að nú að byrja smölun á Íslandi. Það búið að stilla upp réttunum og ef þið hafið smalað, þá vitið þið hvernig maður smalar í réttir. Ef ég finn einhver alvöru myndir. Málið að þú situr upp réttirnar áður en þú byrjar að smala. Þannig að aldrei þannig að þú smalar fyrst og situr upp réttirnar svo.
og þess vegna búið að vera núna töluvert mikill undirbúningur undir það að búa til réttirnar. Sjáðu, réttir. Þetta valdstjórnin búin að búa til. Þeir eru búin að búa til svona réttir. Og þetta svona strúktúr. Og veggirnir eru fjölmiðlarnir og agenttarnir á stærstu vinnustöðunum og öll góðskáldin og hliðarverðirnir. Já, ég ætla að gera sér myndband hliðarverðina. Hliðarverðir eru til dæmis Egill Lokbrá, Bubbi Mortens, Illugi Jökulsson, Kristinn Hrafnsson, Ómar Ragnarsson, allir í Kastljósi, allir á fréttastofunum, allir á Kvennablaðinu, eru svona veggir. Dún, dún, dún. Og fyrst þarf það að koma blessuðum rollunum í það sem kalla almenning. Ég veit ekki hvort þetta stærri almenningur eða þetta koma þeim í almenning. Svo þetta draga það í dilka. Skilur, þetta draga það í dilka. En það skiptir henni engu máli fyrir rolluna hvort hún hérna eða hérna. Skiptir engu máli. Vandamálið hennar að vera ekki eitthvað þar hér bara, chilla hérna eða upp á fjalli eitthvað. Og muniði rollunar sem að voru í eyjunni, eitthvað gleymdust út í eyju. Og það það varð einhverjir stjórnunarbrjálæðingar að fara og drepa þær allar, sko. Það var ekki að hafa eitthvað svona rollur bara út í sveit, sko, eða út í eyju bara einar og ánaðar, sko. Nei, fara og drepa þær, sko. Já. Og það var gert. Þær voru allar drepnar. Nú, síðan einhver smalað hérna, þetta myndin sem ég ætlaði að leita. Þetta hérna koma. Google klikkar ekki. Hjálpa mann alltaf fyrir rest. Þetta málið. Sjáðu. Þannig þú. Ekki hérna, nei. Þú ert ekki hér. Þetta valdstjórnin. Þetta hérna valdstjórnin. Sjáðu. Hérna þú. Eða náttúrulega sennilega ekki því valdstjórnarmenn sem að hlusta á mig, en flestir eru hérna. Reyndar eru valdstjórnarmenninni bara í einum geiranum hérna í stærri réttum sem eru alþjóðlegu réttinar. Þessu sem sagt liðið sem er í valdstjórninni, það er ekkert í neitt betri stöðu, sko. En það sem er í gangi núna er svona stóri þú ert að koma líðnum, rollunum í réttina, sko. Og þá er svona hægri og vinstri er að smala og það er svona bolti sem gengur á milli hægri og vinstri, alveg stanslaust, sko. Og það er að þú þarft að fá liðið inn í réttina til þess að ná fullri stjórn á því og geta meðhöndla það. Og það er þessi boltaleikur sem er í gangi núna. Já, vinstri menn vilja þetta, hægri menn vilja þetta, þessi vill runka sig með hægri hendinu og þessi vill runka sig með vinstri hendinu og bla 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 bla. En á meðan mann jagast allt liðið inn í almenning sem kallast. Og situr hér, sko. Og það er svo sem endar líkinga sagana því að eða samt ekki, sko. Það skiptir eiginlega máli hvaða skoðun þú ert með. Það er alltaf sama niðurstaðan, sko. Frá sjónarmiði rollunar. Rollan hefur ekkert frelsi. Þessi einstaklingur hérna til þess. Eða þessi einstaklingur hér. Hérna þú kannski. Sjá, hérna myndað þér. Eða hérna. Ertu svart? Ertu svart rolla? Já, já.
Þá ertu ekki rolla, skilurðu. Þá er þetta eitthvað annað. Labradorhundur eða eitthvað. Og þið vitið alveg eins og smalanir sem eru að koma af Tupperware samkomu hjá Sameinuðu þjóðunum og NATO, að þeir kannski, það er ein rolla sem er alveg fellega óþolandi erfið, þá senda það náttúrulega bara lögguhugan á hana. Og það eru hundanir, lögguhundanir. Og síðan þegar fólk er komið hér, þá hefur í raun ekkert val. Viltu fara hér eða hér eða hér eða hér. Það veist, ótrúlega mikið val. Þessar rollur hafa, sjá hvað rollunar hafa mikið val. Sjáðu. Það geta alveg valið bara. Það er að segja að þetta sé hvað slæmt að rollunar séu. Þetta eru frjálsar rollur eða ekki. Það geta valið hérna eða hérna. Þú veist, það er að segja að þessar rollur séu eitthvað ekki frjálsar. Come on, Axel, þú ert ósanngjarn. Þetta eru frjálsar rollur. Það geta valið bara alveg hérna sem þið sýnist, sko. Og þess vegna kalla ég þig heimskingja, af því að þú hefur ekki meira vit heldur en rollunar eða. Ef þessar rollur gæti talað eins og þú getur talað, sko, þá myndir rollunar segja, já, en Axel, ég er frjáls. Axel, ég er frjáls. Ég get farið hérna og hérna og hérna. Og þá spyr ég, en ef þú vilt ekki fara hérna, þú vilt fara bara hérna, labba með ströndinni og fara hérna eitthvað að chilla hér, já, nei, þá koma vondu talibanahundarnir og éta mig. Ég vil ekki fara þarna. Þarna eru bara vondi talibanahundar sem éta mann, sko. Já, það er mitt. Það er ekki sem étu þig hérna. Já, það er mitt, sko. Carl Zeiss linsa, sko, hjá Logitech. Flott myndavél sem ég er með. Útskýrið fyrir mér, af hverju á maður að nenna að tala við ykkur? Gefið mér eina ástæðu. Ég býð eftir kommentunum. Já. Kill the messenger. Já, nei. Ég hérna er sannlega mesti heimskingin af okkur öllum. Að trúa því að það sé hægt að koma fyrir guðinu. Það er bara alveg mögulegt, sko. Ég er hérna, ég er svo mikið þessi rolla út í eyju. Hvað var þetta? Þetta er rollur út í eyju. Sjá hvað Google er klára í íslensku. Var ekki Guðjón vinnur okkur að segja að hérna að tölvan ætlaði að drepa okkur. Wow. Það er bara allir að drepa okkur. Það er ekkert. Rollur út í eyju drefnar. Hvernig var þetta? Drefnar. Hvað á ég að leita eftir? Fjallarollur eða? Fjallarollur. Fjallarollur. Eyja, hvað þessi eyja hét? Viltarollur, já. Munið eftir þessum viltu rollum, þær voru rosalega sterklegar. Þær voru bara þvílíkt
Þvílíkt sterkar sko. Ég er að hlæja að mynd hérna. Leyfðu ykkur að sjá hana. Mm. Aðeins að fara í húmorinn. Ég er búinn að skamma ykkur svo mikið. Þetta er ég. That's me. Þetta eru sko hetjur. Villtar rollur. Come on, dude. Nei, það er bara villtar rollur. Kindur, já, kannski kindur. Villtar. Já, vill ekki láta. Já, ykkur sammála mér. Já, þetta er þessum rollum hérna í þessari eyju. Það voru sko þvílíkt flottar sko. Og hérna þær voru hérna er þær. Blessaðar. Já, já. Ég hef alveg fulla samúð með fólki í þessu ástandi sem ég er að lýsa sko. En ég verð því miður bara að lýsa hlutunum eins og ég sé þá. Ég get ekki verið að segja við fólk að þið eru rosa klára, þið vitið allt hvað er í gangi og þegar að fólk er bara vaðandi í, þetta er eins og ég get ekki sagt við blindan mann, já þú sérð allt rosalega vel, farðu bara hérna í vestur og það var allt í lagi með þig sko. Og ég gleyma að segja honum að það er bjargbrún í vestur sko. En til dæmis þetta, munið þið eftir þessu atviki þegar þið fóru og drápu allar þessar rollur sem voru út í eyjunni. Það voru ekki að skaða neitt, það bara liðu þarna í náttúrunni og skipt, þú veist, af hverju urðu þeir að fara og drepa þær? Af hverju? Þykist að fólk ekki verið einhvers konar dýraverndunarfólk fólk eða þykja að voða vænt dýrin? Þú veist, þetta er sko, þetta er svo sjúkt sko. Vill ekki láta útrýma. Já, ég vil ekki útrýma þessum dýrum. En af hverju vilja þeir útrýma þessum dýrum? Veist, hvað er í gangi? Þetta er það sama með fólk sem að vill fara út úr kerfinu eins og Amish-fólki. Veist, og hann Waco trúarsöfnuðurinn. Þetta er sama dæmið sko. Veist, það má bara ekkert ekki vera undir stjórn þessara aðila. Og þá verður bara að drepa það. Það er þessi sértrúarflokkur sem við erum að glíma við, þessi dauða kultúr sko. Og þessi þjóðarmorð á villtum rollum á Íslandi eru alveg speglun á þessa fávita. Já, fólk sem að kýs í kosningum er að vinsalega beðið að vera ekki að horfa á vídeó Frelsi TV. Farði bara aftur að horfa á Kastljós. Það er ekkert að gera hérna sko. Ég hef ekkert fyrir ykkur. Þú veist, það eru hluta villtum fjárhússtofni sem hafist þarna við frá 1950. En nokkrar tilraunir hafa verið gerðar til að útrýma. Byrju fyrrgreindum ástæðum, hvað eru ástæðana? Byrju við. Smölur og viltu byrju. Já, einmitt, dýraverndarlögum. Já, lausafjárgang er ekki leið, skilur við. Samkvæmt einhverju prumpi út úr raskatina á helvítis rúmkurunum. Fuck it, sko. Já, stendur hérna í lögum Sameinuðu þjóðanna þá að drepa alla Íslendinga. Og bara, já, ok, let's do that, skilur við. Já, nei, svona fréttir þýða ekkert annað. Þetta er bara
ástandið á þessum sértrúarsöfnuði, þessu Töppeverungar Sameinuðu þrjótast NATO fávitum, sko. Það er bara þannig. Þú veist, af hverju eru þið ennþá að bera virðingu fyrir þessu fólki og hlusta á hvað það er að segja, skilur? Já, það er nú stjórnarskrá, sko, já, það er nú að hlusta á það er nú að ræða þetta er nú frá þjóðinni og eitthvað, ha? Ertu ennþá að hlusta á þessa hálfvita? Í alvöru? Guð hjálpi þér, sko. Ekki get ég það, sko. Já. Jæja, ég er búinn að skemmt ykkur nóg í kvöld. Þið eru búin að fá alveg fullt fyrir peningin. Og þið vitið að baráttan er ekki við menn af hold og blóði, heldur andaveru og ondskunnar í himingeimnum. Þannig að ekki taka neinu persónulega og ekki taka neitt mark á mér, veist. Ég bara veit ekkert hvað ég er að segja. Þetta er bara svona skemmtiatrið. Þetta er svona skemmtiþáttur. Það virðist vera að fólk er orðið svo leitt á þessu heila þvottakonfekti að það vil hlusta á eitthvað villsingar ranta daginn út af daginn á YouTube. Og rantararnir skilja ekkert í því að hverju fólk er að hlusta á það, sko. Þeir eru bara svona, þetta er svona einhver lokal húmor hjá þeim flestum, bara svona spjalla við aðra svona rantara. Svo bara þúsundra fólki sem á áhuga á svona ranti. Það er alltaf því að, sko, já, það er að því að when you have the real thing. Sem ég er bara tjá mig alveg nákvæmlega eins og ég sé raunveruleikann frá stund og stað og ég hef í sjálfu sér ekkert agenda. Ég er ekkert að biðja að kjósa Framsóknarflokkinn eða kommunistaflokkinn eða Sjálfstæðisflokkinn eða hvað þetta heitir allt saman, eða Spírapartíið eða hvað þetta heitir allt saman. Og ég ætla reyndar að þið þurfa átt ykkur á því líka eitt, já, sem þurfa að segja ykkur. Ég lærði nefnilega sálusorgun. Sál er ekki til reyndar. Það heitir sálusorgun sem ég lærði. Og þannig að þótt ég sé harður þá held ég að ég sé mjúkur líka á milli. Og ég er ekkert að meiða neitt persónulega, ég er að tala bara þessa stemmingu, þennan anda og þetta sem er í gangi, skilur. Ég er ekkert að ráðast á einhverja eina persónu. Veist, ég er ekkert að því og ég er sem ekki að ráðast en ég er bara að lýsa ástandi, veist, fólk er að tjá sig alveg stanslust það hvað þetta er ógeðs þjóðfélag og gengur aldrei neitt upp og allt er bara í einhverju vesen og vitleysu, sko. Og fólk er að veltast hver annan og kvartandi við því og svo þegar ég kem og segja það er svo heimsk. Það er svo blind fólk sem lappar í einhverju herbergi og bara boing, boing, rekst á vegginn og boing, boing, boing og bara allt í marblettum og byrja að blæða úr öllu og það gangi gegnum rúður og stór skaða sig og svo kem ég og segi, heyrðu, ég veit óttið því að svona opna augun til þess og sjá hvert þú ert að fara. Það er basically það sem ég er að segja, sko. Og fólk er svona, já, ég skil ekki því, ég er labbandi út allt og ég er allir marblettum og blæðir alls þar og ég bara skil ekki, hvað er í gangi, skil, ég skil þetta bara ekkert, sko. Og svo kem ég og svona bara, já, heyrðu, opnaðu bara augun, veist bara, og þá kannski hættur að labba á veggi og brjóta glerhurðir og stór skaðaði, skil. Það bara, hvað meinarðu? Opna augun? Hvað, já, af hverju? Þú nú bara ekki í lagi, sko. Þú veist, og allt það, sko. Þannig að
einhvers staðar í mínum tilgangi með þessu öllu er kærleikur, ekki ást, heldur kærleikur. Og kærleikurinn er sá að fólk hætti að labba á veggi og í gegnum glerhurðir, sko. Ég tel að það sé bara svona tímaeyðsla, sko. Og og ef það væri bara allt í fína lagi og væri ekki vandamál á Íslandi til dæmis og þetta væri allt saman bara í beauty, sko, þá væri ég sennilega bara ekkert einu sinni að tjá mig. Og þá væri náttúrulega absolutt enginn að hlusta á mig, skilurðu. Að ástæðan fyrir að ég er að tjá mig og þetta hefur einhverja hlustun er að fólki líður svo illa. Og það sem ég er að segja er svona, fólk er svona, já, heyrðu, ef ég opna augun þá sé ég hvert ég er að fara. Og þá labba ég sennilega ekki á veggi eða hurðir bara alveg konstant, sko. Og sálusorgunar hluturinn er sá, og ég vil benda ykkur á það, að þegar maður vaknar, eins og maður kallar það, eða afdáleiðist eða frelsast, það heitir í kristninni að frelsast, og að frelsi, TV getur það heita að frelsast líka, þegar frelsist hérna hjá mér. Og þá þurfum við að átta ykkur á því að maður lifir svona eins og í frosti. Þetta ástand sem er búið að vera er frost. Og þið vitið að þegar þið fótboltaspekulantar og handboltaspekulantar, það er eiginlega eina skiptið sem fólk skilur virkilega hvað ég er að segja þegar ég tek líkingar á fótbolta eða handbolta. Þá var ég, ok. En þið vitið að þegar að leikurinn stendur sem hæðst og einhver meiðir sig einhvers staðar, þá kemur sjúkraþjálfarinn eða læknirinn eða einhver og sprautar svona fristisprei á vöðvann eða sinarnar eða eitthvað til þess að viðkomandi finni ekki sársauka og geta haldið áfram í leiknum, sko. En þar með er vandamálið ekki leyst, af því að ef að þú færð svona fristi reddingu, þá þegar að frostið fer úr vöðvanum eða sinunum eða það sem var frist, þá færðu eiginlega svona 5-faldan sársauka sem þú ætti að díla við. Og þetta þekkja þeir sem hafa væntanlega gengið í gegnum þetta. Að og það er það sem er í gangi með þessu skólakerfi og þjóðfélagskerfi og kerfi og ofbeldi öllu, að það er alltaf svona snurra að spreyja, sko. Og svo kemur fólk alveg bara ég er bara í kvölum og bara, já, er það bara að kjósa, það er bara ný stjórnarskrá, það er alltaf verið að frista vöðvann meira og meira. Og svo bjánast þeir á einhverja rás svona eins og hérna á Frelsi TV og ég svona bara opnar augun og svo bara, ég get ekki að vera að frista á mér fucking fótinn alveg endalaust að henda með þetta bara af, sko. Og þá segir, já, ég vil ekki láta frista mér ég vil ekki ganga inn í að horfa á Kastljós eða í menntakerfi eða ég vil ekki láta þetta kerfi frista mig lengur. Og þá er kannski ekki verið að frista fót eða hendi eða eitthvað slíkt, það bara hreinlega verið að frista heilabúið, sko, bara já, ég er ekki sáttur við að vinna alla ævi og vera alltaf fátækur. Já, það er ekkert rétt að vera að drepa meðborgara minn upp í Hraunbæ. Já, ég er ekkert hlynntur að vera að borga 20-30 milljarða inn í NATO til að drepa og sprengja lítil börn í tætlur hinum megin á hnettinum. Alltaf spreyjað aftur og spreyjað, þannig að heilinn á fólki er alveg gjörsamlega gatfreðinn, sko. Og skal ég segja þér, svo horfum við til dæmis á svona Frelsi TV á mér eða Guðjón, snillinginn hann Guðjón Hraunberg, og þú segir bara, nei, ég ætla svona næst þegar að kemur, þá bara
dökka ég svona, þannig að það næst ekki að frysta heilann á mér í næstu umferð. Og þá muntu verða mjög reiður út í mig, af því að deyfingin fer, frostdeyfingin fer úr hausnum á þér. Og miðað við heilbrigt uppeldi þar sem þú ert ekki settur bara eins ás eða eins og ég 6 mánaða inn á pyntingastöð sem heitir dagheimili eða leikskóli eða skóli eða whatever, hvað það heitir allt saman. Þetta eru allt saman bara pyntingabúðir. Að þegar þú kemst á þennan stað að neita að taka við meiri frystingu, þá færðu rosalega mikið sársauka og jafnvel erfiðleika og já, það fylgja því alls konar hlutir, tilfinningarlega, það er eiginlega svona bara eins og ef þið hefði ekki farið í gegnum þessar pyntingabúðir, að það er svona 5 sinnum verra eða 50 sinnum verra. Alveg svo þegar vöðvinn meiddist í miðjum leik og viðkomandi hefði bara hætt leiknum og farið heim, þá hafði hann bara þurft að taka út svona 1 sársauka, en að því var fryst og hann náði reyndar að klára leikinn, hann náði að þjóna meisturum sínum, þá þarf hann að taka einhvern veginn út 5-faldan sársauka. Og svo náttúrulega þú bjánast þess að fara að tala með það við fólk í vinnunni eða fjölskyldunni þína eða vinina, þá verður alveg umsvifalaust tekin í einelti, sko. Af því að allir hinir frysti heilanir eru ekkert á því að fara í afþýðingu, sko. Og 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 það er alltaf að vera reið út í mig. Ég tek því ekkert illa upp, sko. En og þið þurfa að átta ykkur á því að og svo er líka mjög sniðugt að vera bara að taka þetta svona í áföngum, sko. Byrja bara ekkert að vera kannski að tjá sig við aðra og tala bara við aðra sem að skilja eru svona aðeins farnir að þiðna líka í hausnum. Og og vita af því að þessi sársauki mun koma, sko. Það held ég að hjálpi mikið og ekki taka á deyfilyf, sko. Koma. Það er alltaf gert við þess að íþróttabjálfa til þess að díla við frostið, þá taka þær eitthvað deyfilyf og þetta er bara hringrása vitleysu. Og þannig er nú það. Já, ég treysti mér ekki í fleiri samstarfsþætti heldur en með Guðjóni og henni Þórdísi, held ég. Og næsti þáttur hjá mér verður Axel Fullur og þá er ég nú ekki að tala um svona södra á pilsnir úr lakrísdjús. Þetta er svona minni mest á hóstasaft. Heldur alvörunni fullur eins og Axel kann, svona binge drinking. Gamlir félagar mínir vita hvernig það er. Ég er einn af þeim sem fann upp binge drinking, held ég. Held það. Nei, ég fann það ekki. Ég er að fíblast í ykkur. En svo ætla ég reyndar að opna á einn þátt sem að ég hef búin að skýra frasarnir. Frasarnir á Frelsi TV. Og í þann þátt, ég sem þetta er að kynna núna og hann er opinn og þeir sem hafa áhuga á því að koma í þann þátt er velkomin að hafa samband við mig. En sá þáttur mun heita Frasarnir og í þeim þætti mun ég bjóða stjórnmálamönnum landsins, þeir sem eru aktífir í valdstjórninni. Þeir þurfa semst að vera með stöður og stellingar þar. Ég býð þeim að koma hér í þáttinn á Hangout og ég skal fara yfir frasana þeirra með þeim. Og ég þarf að veðja við ykkur að það kemur enginn í þennan þátt. Enginn, 0. Shit, bara enginn.
það mun enginn aktífur leppalúði eða grýla í valdstjórninni þora að koma á Frelsi TV og fara yfir frasana sína. Enginn. Þetta er áskorun. Hanskanum er kastað og níðstöngin stendur ennþá í Noregi. Þannig að ég reisi þá ekki nýja níðstöng sem að fyrsti stjórnmálamaðurinn sem að mætir í þáttinn Frasar á Frelsi TV. Og fyrsti stjórnmálamaðurinn sem að mætir í Frasar á Frelsi TV fær níðstöngina að gjöf. Það er dýllinn. Já. Þannig er nú það. En held ég vendi kvæði mínu þá í kross. Verð samt að minnast á morgunþáttinn á Útvarpi Sögu. Síðast þegar ég var hjá þeim félögunum, Jóa og Markusi. Að það er merkileg morgunstund. Axel Frelsari, frú Bilderberg Family og Meitlarasnáðinn. Já, you can't make this up. Þetta var Eðlu Live, Stebbi, Eðlu Live. Hvað meinarðu? Eðlu Live. Og kemur örugglega svona samsæringavídeó þar sem að augun á mér verða svona eðlu. Pósta hverju á síðunni þínu? Hvað viltu að ég pósti? En endilega munið að styrkja Frelsi TV ef þið mögulega getið. Og og ég ítreka það, ef þið eru blöng eða þurfið að basla við að draga fram lífið, þá vil ég ekki sjá krónu frá okkur og sendið á frekar hvort öðru pening eða verðmæti eða hvað þið viljið senda. Ég þakka aftur, það var ég ætla ekki að segja nafnið, það var hann sem sendi mér þú sendi mér manstu peninga frá víetnamska peningin. Ég fengi eina svona persónulega gjöf. Það var, hann sendi líka pening og sendi mér svona safngrip sem er hérna upp á vegg hjá mér. Það yljar hjarta mitt mikið. Það þarf ekki að vera, skilur, ég þarf ekki að fá 50 milljarða eins og RÚV til þess að framleiða efni. RÚV keypti bara linsur fyrir 80 milljónir, bara linsur og náttúrulega reynda fór helmingurinn að því vasan á útvarpsstjóra, það vita það allir. Það er ekki allir þá fléttu, skilur. En ég þarf svolítið að skamma ykkur hlustundur að ég get ekki skammað ykkur því ég set þessa kriteríu ef að þið eigið ekki, skilur, ég er ekki að gera kröfu á fólk sem er að berjast alveg í bökkum á síðustu krónuna þess að senda mér ykkur peninga. Það er þó nær að ég sendi ykkur peninga, skilur. En svona þeir sem hafa eitthvað umfram eða geta tálkað út eitthvað sniðugt og senda mér tálki eða gripinn, það er bara frábært líka, Everything counts. Og já, það var
ljúfur drengur sem sendi mér þessa gjöf. Og það náttúrulega mestu verðmætin kannski í þessu Frelsi TV starfi tengslin og svona í kringum þetta og þroska. Ég á þroskaferli líka. Þið sjáið mér þess að suma mínum uppalegu myndböndum að ég stundum horfi á gömul myndbönd eftir sjálfan og ég bara, oh my god, wow, ég var bara steinsofandi heimskingi líka, sko. Og þið sjáu það bara ferilinn í mínum myndböndum hvernig ég að vakna í gegnum þetta. Þannig að hættið að borga afnotagjaldið á RÚV. Sendiði mér það. Á ég ekki að fá afnotagjald? Nei, ég get ekki gert það. Já, það annað, ég get ekki verið fjölmella, sko. Ég vil það ekki. Ég hef ekki áhuga á því, sko. Það var eitthvað að skjóta rollugreyin úr þyrlu sem voru þarna úti í Eyju. Þetta lið svo sjúkt, sko. Þetta dýralækna gengi og sem að koma með eitthvað svona töppuver söluræður frá Sameinuðu þjóðunum svínabúin, það allt svo vont á svínabúanum. Ég heyri hérna í Svíþjóð og Noregi það sama söluræðin í öllum nákvæmlega sömu löndum. Nákvæmlega sama töppur, alveg sem að hvað þú hittir töppu eða Herbalife sölumann, hann með sama rausið alveg bara, já, þetta bara bestu plastdollur í heimi, sko. Ef þú notar einhver aðra plastdollur þá munu himnarnir hrynja. Það bara sama ruglið allstaðar. 21 vakning, segir Guðjón. Og Guðjón snillingur. Ef þið eruð ekki að dreifa vídeónum hans eða styrkjan og allt það, allur sá pakki þá bara skam frá Frelsi TV. Og munið þetta. Ef það eitthvað sem að meiða ykkur persónulega eða eitthvað skilur eins og það var svo viðtal við eitthvað ólympíukappa, eitthvað svona heimsmeistarakappa, eitthvað sem var að þjálfa alveg rosalega mikið og eitthvað fréttakona spyr, já, er ekki rosalega mikill sársauki svona þjálfa svona mikið, ekki sársauki líkamanna svona? Hann sagði, jú, rosalega mikill sársauki. En fyrir mér sá sársauki veikleiki sem að yfirgefa líkamann. Þannig að þegar að frostið fer úr heilabúinu og þið finnið, sko, þið að finna sársauka. Þetta sársaukaferil. Að hugsið á þannig að það sársauki sem að yfirgefa mig. Sársauki veikleiki sem að yfirgefa mig. Það rosalega mikilvægt að taka þetta með réttu attitúdunum og að verða ekki, eða missa ekki stjórn á sér. Þú leysir ekki ofbeldi með því að beita ofbeldi, skilur, hvorki orði eða borði. Mundu það, þú leysir ekki ofbeldi með ofbeldi. Ef að þú á einhvern hátt verður að beita ofbeldi í orði eða borði, þá ertu bara aftur heila frosin heimskingi, skilur. Þá ertu bara að taka eitt leið og kemur eitthvað konar ofbeldi upp í hugaðinn. Já, sammála, Guðjón á mjög góð leið. Að sko, ef að þú þetta eins og ef ég tek þessa líkingu að fristispreyið á heilan veist, já, ég þarf að leysa að heilin á mér fristur. Þú leysir það ekki með fristispreyið, sko. Já, ég ætla bara að spreyja 30 sinum. Já, nú ég alveg að verða aðfristur, eða ekki? Ef að í þínum hugmyndum eða konseptum einhver snefill af ofbeldi, þá það ónýtt. Kastaði burt. Skyrtuði út þér, hlauftið burtu frá því, bara alveg sratt og getur, sko. Og já, ef eitthvað ofbeldi í því, ónýtt drasl, bara burt með það. Keep on going, keep on going. That's not it. Það ekki málið. Það snefill af ofbeldi, keep on walking. Þetta ekki stoppustöð.
og já, þannig að það. Takk ykkur fyrir komuna í kvöld, kæru hlustendur sem nennið að hlusta á rantið í mér. Og já, það er alltaf gaman að hafa ykkur til þess að rantast yfir. Mér þykir nú lúmst vænt ykkur öll. Og meira að segja harmageturnar, mér þykir lúmst vænt þær. Þær eru, veistu, ég fíla svona ögrun, sko. Og morgun þátt að gaurarnir, Markus og Jói, gaman að takast á við og Guðjón náttúrulega og Þórdís blessunin. Að það snýst ekkert það. Þetta er allt annar pæling í gangi. Já, erfitt einhvern veginn að enda nú, það er langt sinni ég gert live, ég man ekki hvernig enda maður þetta alltaf. Það eru svona sögum peninga. Gef mér peninga, ég var að gefa peninga. Ég ætti kannski að fá mig bara handrukkara. Já, það er náttúrulega eins og RÚV sendir út allt land og segja, já, það geta allir tekið á móti RÚV, þess vegna viljum við handrukka afnotagjöldin. Ef þú borgar ekki afnotagjöld, þá sendum við löggan og tekur að sjónvarpstæki. Ég get það alveg sagt bara, það geta allir hort á mig á internetinu. Það er allir í heiminum að borga mér afnotagjöld, skilur. Þetta er unfair. Og ég bara þarf að fá mér einhverja undirverktaka til þess að berja þessa peninga út úr fólki. Ekki þannig. Herru, takk fyrir komuna. Elski friðinn og strjúki kviðinn og afneitiði allri notkun á ofbeldi. Affristiði hausinn í rólegheitunum. Það þarf ekkert að gera það í neinum flýti. Ég tek að þetta er mjög gott að vera í sólinni. Hún hjálpar við affristingu og alls konar græjum. Stundum reynda með kjöt að þá setur maður það í kalt vatn til þess að þinn ekki á hratt. Það er líka ljómandi aðgerð. Að þið getið gert alls konar hluti til þess að mýkja afþýðinguna. Og já, getur verið að ég geri live einhvern seinna. Þetta er nú svona full-time dagskráin. Og svo náttúrulega er ég á bakvaktinni ef það kemur meiri háttar falskur fáni eða eitthvað meiri háttar atburður. Þá verður nú sennilega internetur lokað, en ég mun reyna allavega að gera útsendingu. Takk fyrir komuna, góða nótt.